Sko, við byrjum að fara hérna yfir viðmótið þá í rafrænum innkaupum. Hvernig þú setur hérna vörur þar inn. Já. Og svo fara náttúrulega í birgðakerfið, þetta er kannski hafa birgðakerfið hérna opið. Já, kannski bara gróft svona yfirferð yfir birgðakerfið. Já. Þegar við smellum hérna birgðakerfið, við getum líka farið hérna beint yfirleitt birgða. Já. Svona, helstu aðgerðinni birgðakerfis eru hérna í flýtinhapar. Og þegar maður opnar birgðakerfið eins og bara í headernum að þá fænar með stærri menjú og hérna sko yfirleitt birgða, við byrjum þar, að þá er þetta vörurnar sem eru skráðar hjá okkur í dag. Já. Og það er auðvitað ekkert mann að taka til í því. Það er þetta fela vörunúmer, það er þetta fella þau niður varanlega. Þannig að sko að gera fullkomna uppstokkun á vörunúmer einhverjum er ekkert mál. Nei. Aðeins þessi yfirlitsmynd hérna að hún á að sýna ykkur að þeir eigi í dag 1571 vörunúmer. Já. Og þessi guli litaklikkiðin uppi er að sýna stendur allt, þá sýnir hún allt í hverjum dálki fyrir sig. Ef ég ætla bara að fá eitthvað sem heitir vinna, skrifa bara vinna, enter, og þá sýnir hún alla vörur sem innihalda vinna. Já. Ef ég vil fá eitthvað sem að þú getur líka að leita hérna, maður getur gert hérna stærri en svona segja 8000. Já. Þannig að þú getur filterað vörskrána hérna. Svo þetta er ekki Control Tab, Control og Space og þá hreinsum við filterinn. Já. Okay. Og það er líka alltaf hægri smella hreinsa síðu. Já, ok. Og hér er líka þegar við erum með hægri smella það er að gera nýtt vörunúmer hérna breyta. Þetta er líka tækistökunni hérna, nýtt vörunúmer. Já. En líka hérna helstu aðgerðir, nýtt vörunúmer, breyta skráningu, breyta vörunúmeri, sérstaklega, það er sér aðgerð. Afrita og þú búið til einhverja nýja vöru, hún er næst því eins og einhver önnur vara, þá einfaldar það að afrita það bara fyrst og breyta svo því sem það er að breyta. Senda skrá í Excel og svo Excel skrá er miklu ítarlegra heldur en yfirliti hér. Já. Og sýnir til dæmis hvað er sem var hreyfst mikið á árinu eða fyrra. Já. Í stykkjum og krónum. Og það er hérna, já, og svo hreinsa síðu og við getum raðað líka þess að við smellum hérna á, sko, til þess bara raðan í starfstöð. Já. Fyrst kemur hérna einhverja vörur sem hafa reynda enga vörulýsingu. Nei. Og síðan einhverja vörur sem hafa vörulýsingu. Við smellum aftur, það kemur í öfugurröð. Og þú getur skráð hérna stimplað inn á og hún raður þessu bara í það sem þú smellir. Já. Og lagerstaða hérna, eins og hérna dagvinna, mínus 111.485. Já. Að ef það er sölukerfi eða birgðakerfi ef það er til vara, við erum að selja það, þá lækkar staðan það magn sem við erum að selja. Já. Þannig að við erum að selja 10 dagvinnutíma að þá fer lagerstaðan bara úr að lækkar 10. Þannig að það er svona til lagerstaðan mínus þó að þetta raunveruleikanum er ekki til neitt sem er mínus lagerstaða. En svo það er svona sko er gott að nota vöruflokka því að við erum með vörunúmer yfir annað heldur en bara efnislega lagervöru. Já. Við erum með vörunúmer fyrir akstur og við erum með vörunúmer fyrir vinnu sem við erum ekki lagervara. Nei. Og þá aðgrunna það bara að nota vöruflokka. Þið stofnið sjálf bara hvernig viljið þið flokka ykkar vörur. Já. Skemmtulega vörur, leiðilega vörur, stóra vörur, leiðilega, bara litlar vörur eða hérna bláar vörur, grænist. Þið ákveðið bara þetta hvernig ykkar vöruflokka líti út. Já. Þannig að hver skipti þið stofnið ykkar vöru þá bara inn í hvaða vöruflokkan að vera. Það er líka hægt að búa til aðra tegund sem var tegund, þannig að vöruflokkur var stóra vörur, litlar vörur, eða miðlungsvörur í stærð. Þannig að vöruflokkur var bara stærð, tegund getur verið skemmtilega vörur, litlar vörur. Og
þetta bara svipað eins og með vinniðinni og kunningjafina, hvernig viltu flokka vinnina þína? Æskuvinir, skólavinir, vinir konunnar. Já. Og svo getur verið með aðran flokk sem segir skemmtilegir, leiðilegir. Og svo getur sagt til að fá lista yfir alla æskuvini mína sem eru skemmtilegir. Já. Og þá færðu bara akkurat það, sko. Þannig að þetta bara frjálst að nota vöruflokkana á vörutegund. Kerfið krefst þess reyndar alla vörur síð með vöruflokk, en það frjálst hvort þú skráir tegund. Já. Og nafnið vöruflokkur, vörutegund, þetta bara vít eitt, flokkunarkerfi 1, flokkunarkerfi 2. Já. Þannig að eining náttúrulega hvort þú að selja sentimeter eða meter eða kílómeter. Þannig að þú segir 1 stykki á reikningin, þá komið fyrir aftan er 1 stykki meter eða kílómeter. Já. Þannig að þú ákveður, ef að verfið er tíkall, og þá skiptir það máli er það tíkall fyrir meter eða tíkall fyrir kílómetri eða sentimetri. Þannig að það er það sem heitir eining. Lagervara, já eða nei, það tengist viðvörunum í sölukerfinu, þannig að þegar við erum að selja eitthvað, kemur viðvörunum þess að þú átt þetta ekki til. Já. Eins og þarna við eigum á lager mínus 350 stykki af þessari vöru hérna. Já. Og með því að segja að þetta sé ekki lagervara, að þá kerfið ekkert að stressa sig. Segir þú átt þetta ekki til, og bara ég veit að ég á ekki til dagvinna og lager, en ég ætla samt að selja það, skilur. Einmitt, já. Þannig að lagervara, þetta er lagerviðvaranir. Ég ná já eða nei. Já. Kerfið býður líka upp á það að vörunúmer leyfi afslátt eða ekki. Já. Því að ég getur kúnni hjá okkur og þú getur sagt á mig að ég sé alltaf með 20% afslátt. Já. Þannig að leið og býr til sölureikning á Guðmundinga og setur eitthvað vörur inn, þá kemur bara sjálfkrafa 20% afsláttur. Þannig að það er að vera með slíka sjálfvirkni í kerfinu. Og kerfi viti það að ég sé með 20% afslátt á efni og 10% afslátt á vinnu. Já. En svo getur við stofnað vöru sem segir bara þessi vara leyfir ekki afslátt. Þá bara alveg sama þó að ég sé með afslátt á öllum vörum. Já. Ef það er vara sem leyfir ekki afslátt, þá fæ ég bara 0% afslátt. Já. Þannig að það er og núna þegar ég byrja að fara yfir þetta kerfi hérna, þá er þetta fullt af fítur sem inn í þessu kerfi sem þú hefur ekkert að gera. Nei, einmitt. En bara samt gott að vita það. Já, og svo er eitthvað sem þú vilt nota mikið og annað lítið og sumt bara alls ekki neitt. Og þannig að nú veit ekki hvað sem mótaðar hugmyndir þú hefur en það hvað þú þarft og vilt. Já, þær eru mjög lausmótaðar, sko. Já. Bara sjá hvað er í boði í raun og veru fyrst, sko. Þannig að það var ágætt bara að fara yfir svona sirka bara hvað kerfið býður upp á. Og sko, hérna sjáum við í þessari töflu eitthvað dálkar. Hérna getum við stillt dálkana, þessi að hvað eru stórir, eða hvort við felum dálk. Til dæmis að við viljum bara ekkert sjá tegund, við notum hann ekki. Já. Og þá fyrir við bara hérna að segja að vörutegund er bara stærð 0, þá felum við hann. Já. Og ef að heiti vöru, viljum fá það miklu stærra, þá segir bara 7 cm. Og þá hérna breytist staflan. Já. Sko, nú er ég með mitt mínu innskráningu í stolpan. Já. Ef ég breyti mínu þá breytist það ekkert hjá Dodda eða? Breyti hverju? Mínu, þessu viðmóti uppstillingu? Já, nei, það er bara mitt. Já, flott, ok. Nákvæmlega, og allar stillingar eru persónubundnar. Fyrir aðgangi þú ert með raflux.unnar. Já. Það er þinn user og þá ert að breyta einhvern stillingum þá ert að bara breyta það fyrir þann user. Já. Sumar stillingar er endar þannig að það ættur að vera fyrir fyrirtæki í heild sinni. Já. En ég kom ekki þá að reyna þannig að allar stillingar eru fyrir user. Já, gott. Og flesta stillingar eru sko, það er gríðarlega mikið af stillingum í sölukerfinu. Og til dæmis útlitsreikninga og
alls konar bara, hver sjálfgefinn sölumaður og en í birgðakerfinu ekkert rosalega mikið, það þessi yfirlistaflamerki sem maður stillir. Já. Hvernig hún lítur út. Ef við opnum bara einhverja vörur sem hvernig fiktað í, þetta ekki allt úreldar vörur eða eitthvað. Ég held að það sé, ég held, og þú þekkir hana sannlega betur, ég held að flestar þessar vörur eru eitthvað sem áður en Þórarin fór í rafna reikninga, að þá var hann að stofna vörurnar þarna inn til þess að handpikka á reikningin. Og eftir að við fórum að lesa rafna reikninga, beint hann á verkið og þaðan beint hann inn á sölureikningin, og þá snerti þetta ekki vörurnar lengur. Ég held að það sé rétt hjá þessu. Þú veist, maður veit til dæmis að málmhalógin 70 vött, þú veist, verður aldrei eftir nota, sem vörnúmer. Já. Ég tek bara einhverja vöru sem hérna með 0 stöðu hérna. Já. Svo steinbót 6 mm, eða 6 mm 160 mm. Þegar við tvísmellum á einhverja vörunúmer, þá fáum við það sem heitir vöruspjald. Já. Og hérna eru allar ítarupplýsingar vöruna. Og þetta svo mikið, þannig að þetta sett hérna í nokkra flipa. Já. Fyrsta lagi hvað vörunúmerið hvort við viljum að fela vörunúmerið. Þú veist, ef þetta eru úrelt vörun, þá bara felum við það. Já. Og í augnablikinu það þannig að í appinu, þetta eitt af það sem við mættum að laga í appinu, eða bæta við appið, að hún sýni ekki falin vörunúmer. Já. Það kemur ég til sérstaklega hérna ekki sýnilegt í appi. Já. Þannig að við myndum að útfæra það hvernig filterinn verður frá öllum vörum hér, hvaða vörur verða í appinu. Já. Til þess að gera lífið aðeins einfaldara strákana. Þetta komið með 1000 stökka vörunúmer og þá pínu erfitt að leita í því. Já. En leitin öflug. Þú veist, hún leitar að þú slepar inn ABC og þá leitar hún í vörunúmeri, vörulýsingu, þessu tönnu. Já. Og eins og þetta leita verki, þá getur sláð inn segjum bara 100. Þá myndur leita náttúrulega öllu sem inniheldur verk 100. Það getur líka verið verk 1000, eða verk 10.000, verk 100.000 og þetta inniheldur 1 og 0. Það líka það í vörulýsingunni, 100 ampera eða 1000 ampere eða hvað það þetta ekki til 1000 ampere eða vantarlega ekki. Nei, já. En hún leitar sér í vöruheiti, vörunúmeri, verki, ekki verkinu. Ef hún leitar verkinu 100 að þá allt sem verk 100, 1000 eða 10.000 vöruheiti og líka nafni greiðanda. Já. Þannig að greiðandi heitir hérna eitthvað 100 eitthvað. Þá myndu líka fá lista við það. Þannig að þá getur hann smellt í puttanum á hvaða verk við erum að velja. En aftur að birgðakerfinu, getum við skráð upp þessa lágmarksstöðu. Kerfið vari okkur við og við eigum orðið mjög lítið af þessari vöru. Já. Og við eigum að fara að panta henni inn. Já. Og með að sér skýrsla allir lagerstaðan komin undir, við skrifum hana 100 og við erum lágmark sé 100 og við eigum bara 50 og þá myndi koma á þeirri skýrslu þú ættir að fara að panta þetta inn. Já. Svo hérna hvort við leyfum afslátt, hvort við sé lagervara eða lagerviðvaranir. Já. Verðpælingarnar okkar. Það kannski það sem að mestu máli skiptir að skilja hvað stólpi býður upp á. Já. Fyrsti kassin hérna uppi að reikna kostnaðarverði ykkar. Hvað kostar hluturinn fyrir ykkur. Já. Númer 2, hvaða álagningu ætlum við að setja á hann hlut þegar við seljum hann. Og þið getur notað þannig að þið bara slá inn eitthvað kostnaðarverði 1000. Já. Og hún spyr hann nú erum við að breyta, ætlar örugglega að breyta og við ætlum að hafa 100% álagningu og 200% álagningu, það prósent 1 og prósent 2. Já. Og þarna býður stólpið upp á það að hver
vara hefur 2 verð. Já. Og ástæðan fyrir því að sumir notendur hjá okkur, sennilega ekki þið, að þið getur verið með tökum bara aftur dæmi bláan vír. Þið kaupið bláan vír og það kostar 100 krónur metrinn eða hvað það er. Og þið ákveða þegar þið að selja þetta efni þá var það selt með 100% álagningu þess að 200 krónur. En svo getur kannski verið að selja í heildsölu. Já. Þannig að þið kannski með smásölu og heildsölu. Og þá getur verið með heildsölu, sérstakt heildsöluverð. Já. Þannig að ef ég annar rafverki og ég að kaupa raflús, þá fæ ég heildsöluverðið ykkar. Það er kannski 110 kall. Já. Þannig að verð 2, og því bara mjög margir nota náttúrulega ekkert verð 2. Þau eru bara með 1 verð og það er verð 1. Já. Þannig að kannski verð 2 bara 10% álagning. Já. Þannig að eitthvað kostar hérna 1000 kall. Úps. 1000. Að þá reiknar hann, ok, þá er söluverð 1 2000 kall. Já. Söluverð 2 er 1.000. Og svo getur þú stofnað mig, þegar þú stofnað mig sem vistafinn, þá segir þú hvort ég sé verð 1 eða verð 2. Já. Þannig að þegar þú gerir reikning af mig, þá veit kerfið að ég á alltaf verið verðið 2. Já. Sennilega hafið ekkert með þetta að gera. Þörf á þessu. En þetta er svona einfaldast dæmi, eða það er eitthvað kostnaðarverð. Það er eitthvað kostnaðarverð og það er eitthvað álagning. Og þegar kostnaðarverðið breytist, að þá breytist líka söluverðið. Já, sjálfur bara. Já, og ef þið byrja að nota rafræna reikninga sem lesa sjálfgrænu eitthvað lagervörur, að þó þið séu alltaf bláan vír hjá Fagkaup, í dag kostar hann 1000 krónur metrinn eða eitthvað, og svo næstur kaupið þá hann komin í 1150, að þá reiknar hann sjálfkrafa nýtt söluverð fyrir ykkur. Og þá fyllist þetta út sjálfkrafa hérna. En svo í rafreikningum, þá tökum flóknasta caseið, að segjum verðum að þetta kosti 1000 krónur hjá Fagkaup án afsláttar. Búðaverðið hjá Fagkaup. Þannig að verðlistaverð er verðlistaverð birgja. Hvað kostar varan hjá birgjanum án afsláttar. Og segjum að þið erum hérna með 35% afslátt. Hún er alltaf að spyrja hvort þau eigum mörgulega að breyta. Að eitthvað sem kostar 1000 krónur, þið erum með 35% afslátt, það er að kaupa hann á 650. Og vöru geta náttúrulega verið, þetta getur verið í dollarum eða evrum eða hvað er. Því náttúrulega er alltaf í krónum náttúrulega. Já, mikið, við erum aðeins að færa okkur í innflutning á okkur vörum, þannig að þetta er gott að vita. Já. Þannig að þegar hérna við erum komin 650, þetta geta sem er $650, þá myndi ég bara segja dollara auðstíða hana. Stuðull, sérstaklega myndi fyrir erlenda vörur, ef eitthvað kostar $650 í Bandaríkjunum, að þá ættir að flytja það heim. Og segjum bara að þetta tvöfaldist, eða sem við segjum bara að 50% hækkun í hafi. Að þá myndi stuðullin 1,5, þá er það 50% hækkun. Ef það stuðullin 1, þá er engin hækkun. Þannig að hérna ef við komum frá Fagkaup, er bara hverfandi kostnaður við að færa þetta inn á lager hjá ykkur. Það getur verið 1,05 sko, 5% hækkun. Og þá reiknar hann út að 5% hækkun á 650 er 682,5. Og þá reiknar hann að með 100% álagningu þá verður eitthvað 1.360. Og þegar við tökum móti rafreikningi og tengjum það við, við erum að lesa eitthvað vörunúmer, við erum að tengja við þetta vörunúmer hjá ykkur, að þá uppfærum þetta allt sjálfkrafa. Það er beauty við rafreikningar, staðan fyrir að gera þetta handvirkt eins og við erum að gera núna, við erum að slá inn einhverja tölu hérna, og sem væri þá vantilega pappírsreikningur inn í gamla daga, þá varum við pappírsreikning, og þá þurftum við að fara þarna inn og skrá þetta inn. Að
raðadreikningur gerir alla þennan einslátt óþarfa. Já. Og svo lengi sem vörunúmerið í lagi. Já. Já. Og það er sama, nú skilur mér svo, að því við erum að tala þennan innflutning og fleira. Til og með skráum eins og verð á vöru 100 €, einhverjar. Svo náttúrulega það kemur ofan á það náttúrulega virðisauki og tollur og fleira. Já. Er eitthvað sjálfvirkni fyrir það á innflutta vörur? Eða er það eitthvað sem við þurfum að stilla upp bara sem við nýja vöru? Einhvers konar sjá hver raunkostnaðurinn er? Sko, við erum með tollakerfi. Já. Og tollakerfi tekur einmitt hvað er upphaflega FOB-verðið. Já. Semst, hver er flutningskostnaðurinn. Já. Og tollakerfi reiknar út þennan stuðul fyrir ykkur. Ok. Þannig að við erum búin að flytja inn vörur sem eru þarna í komið með vörunúmer og allt. Já. En það sem klikkaði eitthvað hjá Þórarni var að hann reiknaði ekki allan kostnaðurinn. Já. Þannig að hann er skráður á söluverði sama og úti án flutnings pluss allt sko. Nákvæmlega. Þannig að annarkvort gerir þetta bara í höndunum. Já. Og bara auðvitað fá vörunúmer er ekki mikið mál að sjá hvað er þetta sko. Já. Og stuðullinn reiknar fyrir þetta handreikna hvað það hækkar þetta mikið í hafi. Já. Frá því að kaupa þetta erlendis, þar þau komið inn á gólf til ykkar, hver er stuðullinn? Því hann er yfirleitt nokkuð fastur. Já. Ef þið farið í tollakerfi okkar, sem er pínu advanced, ef þið eru stórtækir í þessu, þá er það klálega rétt. Fara í tollakerfið og láta tollakerfið hjálpa ykkur að halda utan kostnaðinn ykkar. Já. En þetta er munurinn það sem er þá að kaupverðið, ef ég skilji rétt, að Þórarinn hefur séð okkur, þetta er það sem við erum að kaupa vöruna á. Já. En kostnaður ykkar er aðeins herra. Já, einmitt. Og þá stólpi, það er formúla hún byrjar efst, eins og þarna vorum að segja, 1000 kallinn. Já. Yfirleitt er afsláttur nokkuð fastur. Já. Búðaverði hjá byrgjarnökkar, það er að breytast. Og hver skil sem það ekki myndi rannreikningin þá uppfærast það sjálfkrafa. Já. Það reiknar á nýtt kaupverð. Stuðullinn er óbreyttur og þá reiknar hann bara hvað þetta er komið á gólfið hjá ykkur. Já. Eða bara gera þetta í höndunum. Þið bara reiknið hver stuðullinn er í höndunum. Já. Hvað þetta er mikil hækkun í prósentum. Og slá henn samsvarandi stuðull, þar sem engin hækkun er þá stuðullinn 1. Já. Ef þetta er 100% hækkun, þá er stuðullinn 2. Já. Þá er það bara sinnum 2. Já. 650 verður þá 1300 þegar hann kom inn á gólfið til ykkar. Það er þá ykkar kostnaður. Og þá bara reiknar hann, þá ætla ég að þetta er 1300 krónur, við ætlum að hafa 100 stálingu og þá reiknar hann, það er 2600. Já. Síðan eru fleiri flippar hérna. Hérna er einmitt flippin sem við tengjum saman, sem ég var að sýna á töflunum. Já, já. Ef að þið vörunúmer þetta hérna er E8 eitthvað. Já. Er vörunúmer 100 hjá Hagkaup. Já. Hvað er þetta Ískraft? Við verðum 200 hjá þeim. Að þá myndi skrá Hagkaup 100. Já. Ískraft. Hérna er bara allir lánadráttan ykkar. Já. Sem eru til í kerfinu. Einmitt. Og ekkert náttúrulega bæta eins mörgum við og viljið. Já. Og svo setjum við hérna hvaða vörunúmer er hjá byrgjanum. Já. Og þá sjálf lest það inn. Já, og það þarf að stilla kerfið ykkar í rafrænum innkaupum á hvaða stillingu þið viljið. Já, já, já. Þannig að þegar þið lesið inn að þá veit hún, ok, ég er að leita að þessu, eða þá ég ætla að leita bara eins vörunúmeri. Já, já, já. Og þriðja möguleikin það er engin tenging. Já. Og í augnablikinu stillt það er engin tenging, hún er ekkert að leita. Nei, nei, nei. Já, ég tel svo vera. Það er semst, svo var ég svo opni rafrænum innkaupin og sýni þessa stillingu. Hérna sjá að setja alltaf rafrænum reytingan. Hefurðu séð þetta áður? Já, eitthvað aðeins. Já, hérna er einmitt reikningur frá Hagkaup.
En ok, stillingin, ég ætla að sýna stillinguna. Að það hérna vöruskrá, engin. Já. Þannig að í augnablikinu hún ekkert að leita að reyna að tengja vöruna sem þið listið inn. Nei. Afkeypta vörur, við erum ekkert að reyna að tengja það við vöruskrána. Nei. Svo eru hérna stillingar sem að eigin vöruskrá eftir vörunúmeri eða eigin vöruskrá eftir Valinsbyrgja. Já. Svo til hérna fjórði möguleikinn sem enginn notar. Þetta bara samkvæmt staðlinum, hann býður upp á með eitthvað GTIN-númer. Já. Það þetta alþjóðlegt fyrirbæri. Já. Þekkist ekki í Íslandi. Þannig að þá þarf að stilla og hvers getur við tökum á móti reikningum, þá þetta ekki á reikningar sem eru búnar að lesa inn. Nei. Þannig að þegar við breytum stillingunni, þá byrjar hún á næstu reikningum sem við lesum inn þar eftir. Já. Eftir að byrja kerið. En ef við viljum tengja þetta við ólík vörunúmer Byrgja, það er alltaf á ykkar vörunúmer, þá það svolítið handafinu þetta að kortleggja hvaða vörunúmer ætlið þið að eiga, Já. hvaða vörunúmer er samsvarandi vörunúmer hjá Fagkaup, hvað er samsvarandi vörunúmer hjá Ískraft og veit ekki, 4-5 Byrgjar kannski yfir sömu vöruna, þá þarf að skrá þetta allt saman. Þannig að það kallar á þetta mikla handafinu, þannig að gera það. Svo birgðakerfið með þetta að við getum, ef þú skráir mig sem útlending og það kemur reikningun á ensku og það kemur vöruheiti líka á ensku ef ég hef skráða enska heitið hérna. Þá kemur ekki Stenborg heldur eitthvað á ensku. Stenborg á ensku. Og eins með erlend verð. Ef þú ætlar að gefa reikning á mig í evrum, þá getur tilgreind hvað evruverðið eða dollaraverðið. Ólíklegt að það sé notað við. Ég veit að allir ykkar reikningar eru í krónum. Ég sé alltaf, það er svolítið ekki. Hérna bara aðeins upplýsingar á vöruna, við getum séð hvað þessi vara er í sölukerfi, ef það er einhverju opinn reikningur með þessari vöru. Við getum skráð hérna, við eigum sér pantanakerfi líka, sem er svona svolítið advanced eins og fyrir heildsölur. Þá tekur hún sölusöguna þín á vörunni og segir, við erum vön að selja 100 stykki á mánuði og þá skráum við inn hver afgreiðslutíminn þegar við pöntum þessa vöru inn, kannski 1 mánuður frá því pöntum þar til varan komin á gólfið til okkar, að þá segir kerfið, þú þarft að fara að panta þessa vöru, þú ert að fara samt í vöruskorti og þá eru upplýsingar fyrir pöntunarkerfið, hvað við erum til þess að kerfið geti varað okkur við vöruskorti. Hérna erum við tenginga við vörunum við tollakerfið, ef þið varum að nota tollakerfið. Þá eru þarna alls konar tollaflokkar og tollanúmer og jari sem að tollakerfið framleiðsla notið alklárlega ekki, við erum líka sér framleiðslukerfi. Til dæmis eins og Álafoss eða Ístex, að þeir fá ull frá bændum og búa til garn og teppi og eitthvað. Og þá erum við framleiðslukerfi sem að tekur hráefnið, bara eins og búið til eina súkkulaðiköku, það er ákveðmörg egg og hveiti og sykur og súkkulaði og eitthvað. Það býr maður bara til uppskrift og svo til eitthvað nánari lýsing hérna sem við notum ekki og líka til búið til uppskrift. Ein vara hjá ykkur er samsettur á öðrum vörum. Þannig að eins og ég var með að ræða eitt bílaverkstæði, hann var búið til pakka sem heitir 35 tómum breyting fyrir Toyota Hilux og þá er það náttúrulega fullt af efni sem það fyrir það og þá bara býr hann til vöruna sem heitir þannig 35 tómum hækkun fyrir Toyota Hilux eða 40 tómum hækkun fyrir Toyota Hilux og svo bara raðar inn hvaða hráefni þarf inn í það. Svo ef maður kaupir nýtt verð á vörunni þá vantarlega hækkar uppskriftarverðið? Ok, sniðugt. Þannig að þetta er svona grófum dráttum yfirlitið yfir vörurnar ykkar. Og það þýðir ekki svona, þannig erum við með 1000 vörur sem eru á nulli. Já. Og ef þeim er eitt bara út, það hefur engin áhrif á neitt. Nei. Sko að eyða vörunúmeri
Sko ef varan hefur aldrei verið hreyfð, Já. þá þetta eyðinni bara út úr gagnagrunninum, ekkert mál. Já. En ef að varan hefur hreyfingu, Já. sem sagt að þetta er reikningur, 10 ára gamall reikningur, Já. sem með þessu vörunúmeri, Já. þá má bókstaflega segja ekki eyða honum, því það er sölureikningur sem er heilagt fyrir skattinn. Já. Sölureikningur segir þetta vörunúmer, en það sem við getum þá gert er að fella niður vöru sem er hérna flipanum annað. Já. Hægt er að fella niður vöru ef hreyfingar hennar, ef eitthvað eru, þessi 10 ára gamla hreyfing, Já. er flutt yfir á aðra vöru. Þannig að við þá búum til ruslakistu vörunúmer. Þannig að það er eitt vörunúmer sem verður bara svona ruslakista fyrir gamla hreyfingar. Já. Og þá færum við, segjum bara þessi 100 vörur sem að þið viljið fella niður. Já. Og þær eiga allar hreyfingar. Og þá bara færum við allar sem 100 vörur yfir eitt vörunúmer. Þannig að staðan fyrir að vera að díla við 100 vörunúmer, að þá ertu bara að koma með eitt. Ruslakistu vörunúmer. Og hérna veljum við hvert er ruslakistu vörunúmer ykkar. Og svo bara smettum við að fella niður vöru og þá er hún bara varanlega horfin. Það var þar út þessu, þá fer hún út úr þessu líka. Já, hún fer bara alveg út úr gatnakurinn í stólpaðar, en svona hafa aldrei verið til. Já. En allar til þess að kerfið sé löglegt, gagnvart skattinum, að þá eigum við þessar hreyfingar. Þannig að gamli reikningur yfir 10 ára síðan, hann sko vísar þá bara á þetta ruslakistu vörunúmer. Já. En verðinu er þetta óbreytt og allt það, þannig að reikningurinn er fastur í miklari stein. Þú seldir eitthvað x vörunúmer á 100 kall og þegar þú skoðar reikningin aftur í tíman, eftir að þú búin að fella niður vörunúmer, þá stendur bara niðurfellt vörunúmer, en það er ennþá 100 kall á reikningunum. Já. Þannig að og svo getum við að kalla hérna á hreyfingarastöðu vöru og skoða hreyfingar, prenta límmiða fyrir vöru líka, það er þetta náttúrulega strikamerki líka á vörur. Og það er náttúrulega geggjað fítus að ef þið eru með mikið stóran lager og strákarnir eru týndir í vörunúmerum, þá geta þeir náttúrulega verið með skanna og náttúrulega síma jafnvel til þess að skanna strikamerki. Og þá vil ég prenta límmiða fyrir vöruna. Það er hérna vöruna. Já, hérna skráum við strikamerkið. Já. Ef varan ætti mörg strikamerki, þá getum við bætt við hérna endalaust. Já, ok. Ef þetta er sama vara, þá sé það framleiðanda að gera það sama, þá ættir að halda það bara svoleiðis. Já. Sko aðra aðgerð í birgðakerfinu er sko birgðaskráningin. Þetta er þessi handvirkaskráning sem við notum í gamla daga. Áður en maður fyrir rafnareikninga. Og jafnvel þó með þessi byrjar rafnareikninga sem þið eruð, að þá kannski getur komið einn og einn reikningur sem er bara ekki hægt að fá að rafrænt. Já. Og þá þarf að handskrá inn í kerfið. Já. Og það er gert inn í birgðaskráninga. Og birgðaskráningin hefur tvenns konar hlutverk, að það er að þessi handvirka skráning á hvað við erum að kaupa inn. Við erum að kaupa 100 stykki af þessu og 200 stykki af þessu og 300 stykki af eitthvað öðru og whatever. Að við skráum innkaupina. Já. Svo er þetta líka reglulega, leiði alltaf að fara að halda utan bæði eigið og lager, hvað eitthvað vantar að lager og allt það, þá þarf alltaf annarslega að telja. Það því miður gerist alltaf í hinum mannlega heimi að menn skrá vitlaus vörunúmer. Þú veist, þú ert að selja eitthvað vöru, en skráir reikningin eitthvað annað vörunúmer. Bara ruglaðist, þetta er hérna 3,5 mm vír, blávír, en ekki 3 mm blávír. Og þá þarf þetta alltaf að fara að telja. Og svo náttúrulega bara rýrnum, það skemmist eitthvað. Eða strákarnir fara inn og vera að vinna fyrir sjálfan sig og taka hérna 3 metra af bláan vír og skráða hvergi, sko. Og kerfið segir ennþá að við eigum hérna x marga metra af bláan vír, sko. Og svo bara þurfum að telja það er nú bara vantar hérna 3 metra. Og þá er reglulega þarf að gera talningu og skrá hann inn. Og þetta formsist er, svo er náttúrulega þriðji möguleikinn að millifæra milli lagera. Eða eru með, því væntanlega eru bara milllager. Já, einmitt. En ef það verður eins og Útibú og Akureyri, og það verður líka með lager, og þið eru kannski senda frá lagerinn með Reykjavík til á lagerinn á Akureyri, og þið viljið vita, og það gerir þetta allt mjög flókið, þannig að þegar þið verður að selja eitthvað, í dag þegar þið selja eitthvað, þá bara setjið vöruðar inn og spáðu ekkert í það. En ef þið komið 2 lagera, þá ertu bara að segja, er ég að vinna lager 1,
Er að taka vöruna út á lager 1 eða er að taka út á lager 2 sko. Já. Þetta er sko því þau stóð upp í Securitas daginn og var svona hlusta til að því ég er svo mikið að spá í þessu. Já. Þá eru þeir að tala sitt svona rekstrarumhverfi. Já. Og þá eru þeir með sko, hver einasti bíll lager. Já. Þannig að þá færir bara vöruna af lagarnum yfir á bílinn og selji þetta á verkið úr bílnum minn. Og það er ekki að gera það með þessu móti en maður er með... Já, það appið okkar styður reyndar ekki marga lagara. Nei, ok, já. Þannig að þá þurfti en sko þegar þegar við viljum ekki hafa appið of flókið. Nei. Þá er það svolítið einfalt og skráir, en þegar það kemur þá getur við séð að Unnar, hann tekur af lagarna sem heitir bíll Unnar eða eitthvað. Og þá er bara til kerfinu eitthvað lagar fyrir þig, bílinn þinn. Já. Og þá er þetta að leiðréttast það mjög hratt hérna inn í vinnuskýrslunum. Þegar skráningar koma inn í stólpann. Þannig að þetta er allt stólpinni allavega. Og opnum við bara vinnuskýrslur, sér allir skráningar á strákunum. Þá get ég séð Unnar var að selja eitthvað vöru. Og þá laga ég, þetta er ekki af lagarnum húsnæðinu ykkar, þetta er lagarnum bílinn þín. En er þetta að stilla appið á annan lager heldur en aðalager? Ekki eins og þeir í dag. Nei. Það er alveg hugmynd sko. Já. Það er þetta tæknilega hægt að gera það þannig. Já. Og menn séu með þessa 30 hluti sem þeir eru vanlega að selja út í staðinn fyrir 15. Og ef það er þörf fyrir það, þá bara setjum við það inn í appið. Það er náttúrulega beauty við að eiga hugbúnaðinn sjálfur, að við þurfum ekki að spyrja kónginn prest. Eina sem er bara, í hvernig forgangsröðu verkefnin á forritarana. Já. Helvítis hvað. Hérna stillum við vöruflokkana. Já. Hvaða vöruflokka viljið þið bjóða upp á? Í dag er bara með 2 vöruflokka. Alls þær í stólpa sem er stjarnar sem neðstu línu. Það er bara ný skráning fyrir ykkur. Já, bara leið gera það kemur það. Okay. Já, og hérna getur við breytt vöruflokkan annað. Við viljum bara hafa hann eitthvað, skýra hann eitthvað nýtt. Já. Það er ekkert mál. Já. Við getum líka haft sko, til þess allt, eða þið hafið vöruflokk bara sem vírar, það á bara að vera 70% álagningu. Já. Og þegar við stofna vöru og segja til henni vöruflokk vírar, þá veit kerfið að þetta á að vera 50% álagningu. Já, já, já. Þannig að það er þetta að ákveða álagninguna fyrir þennan vöru. Já. Augnablikinu er þetta allt stillt á 0, þannig að þá gerist ekki neitt. Vörurnar koma sjálfkrafa bara með 0% álagningu. Ekki það við getum alltaf skipt skoðan að þessi blái vírinn á að vera 55% álagningu og rauði vírinn 65% álagningu. En sjálfvirknin í kerfinu myndi stinga upp á þessari prófstöðu sem við vorum að skrá hér. Já. Ef þau myndi vilja landa vörutegundir sem til afar ólíklegt, aðra flokkun á vörurnar ykkar heldur en vöruflokkun, eitthvað svona skemmtileg vörur versus stærða vöru, þá getum við þessi stærða vörutegundir. Hérna vöruhúsin, hérna getur bara að skilja með hvað við viljum mörg vöruhús. Já. Og bara bætti nýjum vöruhúsum. Já. Verðskráin ykkar er náttúrulega frekar myndi ég segja úrelt fyrirbæri í okkur. Það er eiginlega það sem heitir í dag yfirleitt byrða. Já. Þetta er... Hvernig er verðskráin? Já, þetta er bara... Þetta er svona eldra, en það er oft... Þegar við bæta nýjum hlutum inn í kerfið, þá er erfitt að taka gömlu hlutan út sem voru kannski eldri versum, þannig séð. Já, já. Það er svo mikið óbærslega menn eru svo vanir einhverju, allar breytingar eru pínu erfiðar fyrir sérstaklega eldra fólk. Þannig að þetta er ennþá til, en ef ég fengi ráð þá myndi ég taka verðskrán út og það er bara yfir. Síðan er endalausar skýrslur. Hún sýnir nokkra skýrslur hér, það var alveg sama, ég fæ alveg sér glugga til að velja skýrsluna. Mér smella hérna á byrjuðlista, þá fæ ég þennan glugga og hérna eru allar skýrsluna sem er í byrjukerfinu og hérna já, það veist bara á mörgum árum og þá kom alltaf eitthvað nýjar skýrslur. Það er líka skýrslur náttúrulega í sölukerfinu.
Já, auðvitað, hvað ertu að selja? Það kannski það sem svona skýrslunum sem mér finnst skipta mestu máli. Já. Hvað ertu að selja og hvað verði, hvað afsláttur að gefa á þessari vöru. Já. Og það allt í sölukerfinu. Annað kannski sem fyrirspurn hreyfinga. Hérna sjá hreyfingar á öllum vörum. Þetta hérna, og stækka gluggann. Það bara maximum hérna. Sko, hérna sýnir hún allar hreyfingar á þessu tímabili hér. Frá 14. desember til 13. mars. Já. Og þetta bara síðasta dagsetning sem var slegin inn. Já. Það breytir bara dagsetningunum og yfirleitt er maður að hugsa þetta út frá einhverju einu vörunúmeri, þannig að maður setur einhverju vöru þarna inn í vörunúmer og filtrar. Og þá sýnir hún bara hreyfingar yfir vörunúmer 10. Já. Og hérna sýnir hún kannski aðaltölunar að á þessu tímabili frá 14. desember 24 til 13. mars þá komi inn á lager 55 stykki. Út af lager fóru 58 á saman tímabili. Þannig að lagerstaðan breyttist á tímabilinu -3,5. Já. Inn komi 55, út fóru 58,5, þannig að lagerstaðan lækkaði 3,5. Upphafsmagnið, þennan daginn 14. desember 2024, var upphafsmagnið -111.296. Eftir þessa lagarbreytingu hérna, eitthvað -3,5 og þá lækkaði staðan það niður í 111.335. Já. En magnið í dag, þar sem ég væri, nú er reyndar 13. mars í dag, ég var að tala bara sem bara 1. janúar eitthvað, að þá var magnið 1. janúar, þetta hér, en í dag þetta hérna. Við sjáum sérst allar hreyfingarnar hérna. Hérna sjáum við hvort það var annars að koma inn og út. Inn, sko, þýðir það náttúrulega bara þá að bakfæra reikning. Þú veist, ef þú gefur út sölureikning þú selja mér 10 stykki. Já. Og svo hringi ég þig og segir, nei, ég keypti þetta aldrei af þér. Og þá þarf það bakfæra reikningin. Þá kemur varinn aftur inn á lager. Já. Þannig að allar þessar innhreyfingar hérna, það henni bakfærsla. Já. Það líka svona pínu, sem við erum að breyta að með þú ert með reikning í vinnslu. Þú ert með eitthvað verk í gangi og þú ert búinn að skráa á það kannski 100 tíma. Og svo þá leið þú skrifar 100 tíma á reikningin í vinnslu, þá kemur strax við erum að taka 100 tíma hérna. Já. Þá kemur hreyfing, -100 stykki út. En út af reikningunni í vinnslu, þá getur við breytt honum. Þannig að þú segir, nei, þetta vorum bara 85. Þá kemur ekki já, 85 bítur, þá kemur 15 stykki aftur inn á lager. Já. Þannig að þessi hreyfingaskrá hérna, eins og hún í dag, þetta breytist reyndar í næstu útgáfu hjá okkur. Þá mun kerfið eingöngu telja það þegar þú skefur út reikningin. Já, í þessu. Ekki með reikningurinn í vinnslu. Og þegar með reikningurinn í vinnslu þá er þetta alltaf að breyta magninu. Já. Það býr alltaf til hreyfingar. Já. Og þá hreyfingar náttúrulega ruglingslegar. Já. Þó að það séu réttar að það verður bara rosalega mikið af hreyfingum, inn og út, inn og út og inn og út. Og þegar þú ert alltaf að breyta einhverju magni á reikningi í vinnslu. Já. En í framtíðinni, frá með næstu útgáfu, þá verður hreyfingin eingöngu skráð þegar þú ert búinn að staðfesta reikningin og gefa hann út. Já. Og þá hreyfingar miklu einfaldar að lesa. Og þá myndir standa fyrir aftan bara ekki bara þessi, hérna alltaf að segja sölukerfi sem að búa til þessar hreyfingar. Eitthvað sölureikningur. Svo getur líka standa inn að birðir, þess að þú kaupa eitthvað inn, þá það innkaup, þá birðakerfi sem að býr til þessar hreyfingu, til skráningin. Þannig að, já. Síðan hérna massaaðgerðinu sem ætlum að verðbreyta. Þá mjög öflugur fítur sem það hvernig það þarf að hækka allar vörurnar um 10%. Þá bara gerum við það á einu stað. Og ég get alveg talað hálftíma þetta hérna. En það alveg að vita bara að það mjög öflugt verkfæri til þess að gera verðbreytingar. Og þetta byrðakerfi í grófum dráttum. Við förum það aftur í rafræn innkaupin, hvernig þetta tengir allt saman. Að hérna þessi reikningar. Nú tala ég bara eins og þú aldrei séð þetta áður. Og ef ég of mikið basic að þá bara
Þetta vita að þú þekkir Það þetta. er bara gott. Mér vissi ekki að neina. Já. Þegar við opnum hérna þá opnast alltaf á óuppfærðir reikningar. Það þýðir basically óstaðfestir reikningar. Já. Reikningar sem við höfum eftir að færa inn í fjárhaginn og við höfum eftir að færa þetta inn í verkbókhaldið og allt það. Já. Meðan uppfærðir reikningar eru gamlir staðfestir reikningar. Já. Og hérna sjáum við náttúrulega söguna þá bara, geggjaði náttúrulega getið skoða, ég ætla að skoða hérna bara hvaða rafreikningar er búin að færa á verk 400. Já. Eða hérna, já, þannig að hérna er engin reikningar á verk 400, þannig að bara hreins að síðu, eða control space. Já. Og ef við tökum bara efsta reikningin, sko þá er neðri parturinn á skjánum hérna, þetta er nýtt hjá okkur, að áður en þessi bókunarlínar komu, þá þurfti alltaf að opna reikningin með tvísmella. Já. Og þá sástu reikningin og þá varstu hvað að sé hérna, þetta eru línurnar á reikningunum, en hérna, þær eru bara meitlari stein, svona lítur reikningun út. Hvaða afsláttur, með listaverðið. Hérna kostar að fara upp þetta 1050, því með 29% afslátt eru kaupattar 745. Þetta er bara svona staðreyndir reikningsins, en í bókunlína, þá er þetta fyrir bókarinn, fara á að bóka þetta. Já. Og hún sér það, bara bókarinn eitthvað sér þannig partinn. En ef við viljum tengja þetta við okkar vörunúmer, þá er þessi reitur hér. En við getum þarna bara valið þessa einingu hendinni. Já, þannig að ef við eigum vörunúmer fyrir þetta hérna, og þetta er lagervara, og þá segjum við bara að þetta er þetta hérna verk, þessi vara fyrir ekki. Og þá munir þessa tölu hérna breytast, út af því að leiðu ég vel eitthvað vöru, hún á sína álagningu sem þú ert búin að skrá á vöruspildi hennar. Það trompar það sem að kerfið er búin að reikna hérna út fyrir okkur. Hérna er kerfið ykkar stillt þannig að 29% afsláttur hjá Byrgjarmekar þýðir 40,85% álagning. Já, bara til að núlla. Já, þetta er bara einfalt að dæmi. Ég er með 50% afslátt, eitthvað kostar 1000 krónur í að fagkaup, ég er 50% afslátt því ég kaupa 500 kall. Hver er álagningin ef ég ætla að selja 1000 kall? Það er 100% álagning. Þannig að það er einföld algebra þannig bakvið. Að 29% afsláttur er sama 40,8% álagning. Og allt sem er bold hérna. Sér hérna að textin er bold, bókunarlíkin er bold, lagerinn er bold, álægningin og endursöluverð er bold. Allt sem er bold getur þú breytt. Já, ok. Kerfið kemur með, þetta er bara sjálfstýring flugstjórans. Það er hérna, og þú þarft að veita hvernig það grípa inn í. Þannig að, og þetta kemur allt sem að sjálfkrafa, eins og bókunarlíkil kemur sjálfkrafa. Þegar fagkaup er stillt bara inn á lykil 21.00 vörukaup. Og það væri ekki nema að segjum að þið myndu kaupa Coca-Cola kókdós fyrir sjálfum einhverju, þá er það ekki vörukvöld, það er rekstur kaffistofu. Þá þarf bókarinn að fara inn og segja þetta að fara inn á þennan lykil. Þannig að það eru undantekningarnar sem við förum hérna inn og lögum. Þannig að ef að sundaginn er að við ætlum ekki að selja þetta á 1050, við ætlum að selja þetta á 1500, þá skrifum við bara 1500 hérna. Og þá reiknum ég að það er 101% álagning. Nei, kostnaðarverð, Þannig að þegar við uppfærum þennan reikning inn í verkbókhaldið, þá er það komið hérna að þessi vara verður seld á 1500. Það er legað tilbaka hérna svo að þetta skildi hann að fara ríkið og ég veit að ríkið vil fá þetta á búðaverðinu. En sért allt sem er bold breytið þið. Og eins náttúrulega getur sagt bara hérna, best að nota tap 100, að þá bara reikna hann út hvað það er. Eða hérna bara 1050. Þannig já, ef þetta á að fara á lager, þá myndum við velja það hér, vörurnar. Ef þetta fyrir á verk, og það á ekki að tengjast einu sem þetta vörun hjá ykkur, þetta er bara fyrir á verki, þá er það bara eins og áður, og þetta er Þóran að gera, hann fer inn á þessu við kallum að verkmerkja.
hann sér hvað þetta sjaldgæft, sko, það örfá verknúmer skráð, Unnarútekt hérna, Fjölbýligarðabæ, Raflúsvegastæði. Það einstaka sinnum sem strákarnir hjá ykkur muna að skrá verknúmerinu eða sölumaðurinn man að gera það. Það ekkert vandalega. Og algengustu mistökin að meðan skrá sko vegna 105. Ekki bara 105. Til að stólpi skilji þetta sé verknúmer 105 þá verður bara að standa 105. Ekki VAF-105 eða vegna 105 eða hérna Smáragata verk 105 eða eitthvað. Allur texti á bara ekki að vera, þetta bara að vera tölustöðnir fyrir verknúmeri. En þegar það vantar, þá eins og bara hérna eftir reyningin, þá þarf að opna reyningin og finna verkið. Og hérna er bara öll verk. Og eitt sem að hérna ég var bara að læra sjálfur hérna að þegar maður slæðir inn eitthvað verk að þá leita maður í þessum listan og það listin er langur, þetta er heldur leiðilegt að leita í þessu. Þegar maður man bara ekkert hvað verkið heitir eða neitt, þá getur maður tvísmelt. Þá kemur upp leitaklukki. Þú vart að velja það. Þið viljið leita eftir heiti verks, númerverks, verkkaupa, kennitöluverkkaupa, afstandaloki. Og það getið leitað í öllum verkum sem maður. Og heiti verks byrjar á eða endar á, inniheldur. Þannig að þetta er svona öflugri leit. En þið getið skráð bæði verk og vörunúmer ef þið viljið. Þannig að ég var að tala um að eitt er fjárhagur, 2 er efni inn á verk, 3 er lager og eða, þannig að það er alveg hægt að skrá bæði verk og vörunúmer. Það kemur bara sem inn og út. Já, það kemur bara sem inn og út hreyfing á vörunúmer. Þannig að þessi 10 stykki sem komum inn, þau koma vissulega inn á lager, en það myndir samhliða að fara út á lager. Þannig er þetta ekki með hreyfingu á vöru sem slíkri. En það er náttúrulega bara svolítið handavinna og þess vegna mælum við ekki með það. Þið séu ekki að skrá vörunúmer þarna ef þið eru að kaupa eitthvað efni, þetta fer alltaf á eitthvað verk. Að vera ekki að hafa fyrir því að setja vörunúmer þarna eða klukkutímum í það að skrá vörunúmer hana. Þannig að ekki nefnir þið vilji bara sérstaklega fara að treysa hérna plett hérna þráðlaus. Við viljum bara trakka það hérna. Hins vegar það líka þannig að hérna þú getur farið í sölukerfið og þá getum við leita bara að vörulýsingunum plett í öllum gömlum sölureikningum. Það er þetta að gera það. En auðvitað er náttúrulega þægilegast að vera með eitthvað vörunúmer. Þá er þetta ekki að treysta á að standa í textunum. Þannig að okkar tillaga er það annarkvort setjum menn á verkið eða við setjum á lager. Ekki gera bæði í... Nei, ég myndi segja að það verður bara óþarf að vinna fyrir ykkur. Og aftur bara til að summa upp þessu tölunum áðan að ef þið eru að tengja þetta við vörunúmer ykkar, að annarkvort það er sama vörunúmer og byrgin, og þá náttúrulega bara tengja hún þetta sjálfkrafa, þá var að stilla stólpan eitthvað þannig að hún leitar að þetta vörunúmer til hjá ykkur og ef það er til, þá mun það birtast hér. Meðan þetta er tómt, þá erum við ekki að tengja þetta vörunúmer ykkar. Meðan það er vörunúmer þarna, þá er þetta að fara þannig inn. Fyrsti möguleikin er það að nota sömu vörunúmerbyrgina ykkar. Möguleiki 2 er að skrá inn á vörurnar ykkar. Eins og vörubórnum 10 hérna. Hérna, byrgjar. Að skrá hvað vörunum er hjá hverjum einu byrgi. Sem að líka krefst ákveðnu stofninu eða þessi svona uppafsvinna. Og ég þarf að gera það þannig að fyrir allt það sem er merkt 100. Þessi flokkur og allir. Það er alltaf að setja nýju vörunum fyrir okkur og tengja. Eitt hérna bara sem ég sé hérna bara átti að vera með sér hérna 10, 100 og svo kemur 100 hérna og svo kemur 11 hérna fyrir neðan. Þetta vörunúmer inniheldur bæði bókstafi, má innihalda bæði bókstafi og tölustafi.
og þegar við erum að nota þetta Microsoft forrit hérna bakvið, að leið og þetta svæði leyfir bókstafi, þá hún ekki að skilja þetta sem númer. Hún raðar þessi stafrófsröð. Það er fyrsta, 1, 2, 3, 4 upp í 0, eða 0, 1 upp í 9, og svo kemur A, B, C upp í Z. Þannig að eins og raðar í stafrófsröð, þá tekur hún alltaf bara fyrsta stafinn, og svo næsta, þannig að þess vegna kemur hérna 1, 1, 1, 1, 0, og svo kemur 1, 1, 1, 2, 1, 2. Þannig að sko ef við sumir notendur eitthvað pirrast á þessu sko, að hérna 11 komið fyrir aftan þetta risanúmer hér sko, og þá bara ok, ef þú vilt hafa allt bara númer, en þetta gagnagrunni leyfir bókstafi, þá bara svolítið stökk með þetta hana, að ef menn vilja hafa þetta númer, þá þetta alltaf að vera 00011, 00012, til að svo myndi raða þessu stafrófsröðinni þess sem myndi virka á þetta. Þannig að vera, og þegar þú ert með ég veit ekki hvort þetta sé svo vöruskrá sem þið vilji nota, en vörunúmer, en þá raðast þetta með þessum hætti sko, bara veist af því. Þetta svona í grófum dráttum hvernig rafreiningar og byrðir. Þá langar mér að sýna þér hérna appið. Endilega. Eða þetta ekki náttúrulega spurningar eitthvað hérna? Nei, þetta skýrt. Ég bjó til hérna, ég bjó bara svona til demo aðgang inn í kerfið eitthvað hérna. Þá fer maður hérna inn á vinna.storby.is. Og svona hafa þetta hérna aðeins minna, þetta lítið út eins og sími hérna. Þegar viðmótið í símanum nákvæmlega eins, nema bara skjárinn minni náttúrulega. Svona. Þetta ennþá þrengra. Og þá bjó ég hérna til notanda raflux.storby. Nei, ekki punktur. Sem þetta rétt. Sko, þegar menn bara byrja, ef þið farið í þetta, þá fær hver starfsmaður sinn aðgang. Og það til tvenns konar notendur. Það stjórnandi aðgangur og svo almennir starfsmenn. Og almennir starfsmenn, þegar þeir logga sig inn, þá þeir bara logga sig inn þeir sjálfur og sjá ekki neitt annað. En hérna, þá bara sjá þeir fyrir sjálfan sig þessa mynd hérna. Og fyrsta myndin þetta þessi tveir flipar hérna, fyrir stjórnandan þá fær hann stillingar. En almenn notum ekki með stillingar. Þegar annars kerfið opnast á þessum heimflipa hérna, sem bara vinnu yfirleitt vikunar. Eða það að skrá, sem bara vinnuskýrslur. Og allt sem þú skráir hérna, leið og ég skrá eitthvað hér, þá það komið í vinnuskýrslu hér. Bara strax? Sömu sekundu bara. Og hérna hugsunin að sennilega lykilorðið X að hérna eru nokkrar innskráningar, hérna að spyrja hvernig viltu fá þetta, við annarkvort sko það til nokkur mismunandi sniðmót hvernig við fáum yfirlitið. Ég nota bara þetta hérna alltaf almenn skráning og almennt stað fyrir stað, og þá fæ ég allt sem skráð á þessu tímabili hérna sem bara frá 1. janúar. Ég var að smella þannig að finna eftir tímabili, og þá var ég hérna í gær hjá að búa til eitt test hérna. Ég bjó bara til testverkefni, skráði í appinu 3,1 tími og hérna, og við förum hérna aftur í þetta hér. Þetta bara sími. Já, það sem var að byrja að segja, ég gleymdi að klára.
að strákanir, þegar þeir fara í síma sinn, allir með sinna aðgang, þá byrjar að fara hann heima sína okkar vinnu.stól.is og loka sig hana og svo smellar hann app hérna. Installa appi. Já, ok. Og alveg saman hvort þessi Android síma eða iPhone síma eða hvaða síma sem þá verður til app bara á síman. Ok. Og viðst bara eins og hérna. Já. Og þá skráði sig aftur þar inn. Og við getum náttúrulega nota síma minn hérna bara sem við færum með hérna veginn. Já. Smitið ekki, ég held ekki smitandi lengur en ástu getið, þannig að það ætla bara að logga mig hérna út. Logga mig líka út þannig að ég held að maður getur ekki að logga þér inn á tveimur stöðum í einu sem sami notandinn sko. Raflux.stólpi. Já, kallinn kannski þá sjáum við þetta ekki á vídeónu hérna. Nei, það allt góð. Login. Þá með viku yfirleitt hér. Hérna sér tímann sem ég skráði í gær. Og ef ég vil skoða hvað ég búinn að skrá, þetta hugmyndin náttúrulega bara að ég var að vinna 8 klukkutíma, þannig að ég eftir að skrá, að þá sérðu hérna hvað ég búinn að skrá og ég get eitt skráningu og ég get breytt skráningu og svo séð náttúrulega bara að ég skráði mig meira en svo ferum við í vinnuskýrslur hérna og nú ég að skrá bara Þórarin inn á eitthvað og ég vel hérna eitthvað verk. Hérna þegar ég leita hérna, þá leitar hann bæði að nafn greiðandanum sem Raflux, heiti verkefni sem 00 test eitthvað, eða verknúmerinu 578. Já, ok, ég vil að það bara það. Og það alveg saman hvort ég segi bara hérna, segist bara 578. Og þá vel það. Og þá kemur þessi plúsinn niðri. Já. Nú ég að skrá fyrir daginn í dag, hérna getið þetta skipt dagsningar. Já. Skrá vinnu, efni eða akstur. Já, ok. Þegar ég segi vinnu, þá spennir þetta dagvinna, yfirvinna eða helgidaga. Þetta þessi 3 textar sem við erum með skráð hjá. Já. Og í stólpar sem þið ekki nota hinga til, þegar við nota bara vörunúmer vinna, dagvinna, vörunúmer 11 held ég yfirvinna 11. Já. Það í stólpa eitthvað sem heitir textar. Já. Og svo ég hoppaði aðeins í það, ég vil ekki gleyma því, svo mikilvægt. Einmitt. Svo hlaupaði úr einu í annað. Já. Að við skoðum starfsmannaskrána eitthvað hérna. Ert þú ekki ekstra hérna? Já. Að þá skilgreint á þig, hver eru þínu útsölu textar? Já. Þannig að það hægt að stofna í stólpa útsölu texti eins marga útlutexta þið viljið, næstu eins og vörunúmer, en stólpinn heldur sérstaklega utan það. Þú sér það ekki í vöruskránni. Nei. Það alveg sér tafla sem bara hvaða útsölutextar eru í boði hér Raflux. Og þú getur haft útsölutexti dagvinna lærlingur, útsölutexti dagvinna meistari. Eða meðeigandi. Lögfræðingar nota þetta mikið og þeir eru með mjög mismunandi texta. Ef þið viljið bara einn texta, þá bara búið bara einn dagvinna texta. Og þá pinnum við á hvernig við starfsmann hvaða texta hann vinnur eftir. Já. Þannig að akkurat núna í kerfinu þetta bara eitthvað sem fylgdi kerfinu. Já. Eitthvað bullverð náttúrulega. Já. En þá þýðir það að dagvinni þér og hvaða kostnaðurinn Já. Þannig að þegar við fyrir inn í verkið, þá sjáum við að Unnar búinn að vinna hérna x marga klukkutíma. Það kostar þetta mikið á klukkutíman. Já. Þannig að kostnaðurinn okkar í verkinu þetta, en við erum að selja þetta út á þessu. Já. Þannig að það fyrir hérna aftur, að hérna eru útsölutextar skráðir í kerfinu. Þetta bara mjög einföld tafla, stjarnan neðst að við getum búið til nýtt. Já. Og við getum kallað þetta hvað sem hérna dagvinna 2, dagvinna 3, dagvinna Unnar, dagvinna eitthvað. Og svo en við skilgrunum hvað það, þetta það sem þrennt í boði. Já. Eða þessi dagvinna, yfirvinna, helgidagvinna. Við notum líka mælingakerfi innan hana. Já. Það líka hægt að nota það. Já. Eða bara eitthvað annað.
En þegar við förum í appið aftur að þá að spyrja hérna að núna ég að skrá fyrir Þórainn. Ef Þórainn væri skráður með það, þá viljum við hitta dagina. Hérna frjáls athugasemd og þetta fer á reikninginn. Já. Þú veist, ef við erum svona sundurlega reikning. Já. Og hvað ætla að skrá marga tíma? Í augnablikinu erum við smá gallið það að þetta staðfestatakka, hann fer aðeins yfir það sem við erum að skrifa hérna. Já. Nei, það segir bara 2,7 tímar hérna og svo staðfesta. Þá þetta bara komið inn í vinnuskýrsluna. Já. Fyrir náttúrulega vinnuskýrslur. Nei, hvað vinnuskýrsluna? Hérna? Já, bara komið inn. Og þá bara þessi 2,7 tíma komið inn. Já. Hérna einmitt þetta með lagarinn. Og þetta allt sem ekkert breytt. Já. Þetta svona yfirsýn verkstjórans hver að skrá, hver ekki að skrá. Já. Og þegar ég hann sáttu þetta, þá ég smelli hérna uppfara og þá fer þetta allt yfir á verkið. Já, þá fer þetta bara leiðan og þarna ok, já. Þannig að það gert ráð fyrir þetta að verkstjóri þurfa að staðfesta áður en þetta koma á verkið. Já. Get ég prentað út þessa vinnuskýrslu? Já. Því nú erum við sko rendir, á einu stað erum við að handskrifa vinnuskýrslur. Já. Og þarf verkstjórinn þar að skrifa upp undir áður en við sendum það inn. Hér eru sko margar skýrslur í boði. Já. Nákvæm og árskrá, notabenni, þegar þú ert búin að staðfesta tímana, þá sérðu ekki lengur þarna út. Þetta svona sýna þér hvaða tíma út eftir að staðfesta sem yfirmaður. Já, það er alveg svo efniskaupin að staðfesta. Nákvæmlega. Það uppfært á það. En það heitir hérna árskrá, það gamla skráningar sem búið að staðfesta. Já. Þú sérðu þetta líka í verkinu, út í að tímarnir fara inn í verkið, þannig að þú getur líka að fara inn í verkbókvöld og sagt hvaða tímar hefur unnið í verkbókvöldinu. En þú getur líka spurt í vinnuskýrslunum, í árskrá. Ég vil fá nákvæm sundurliðan fyrir unnar á okkur tímabili. Þú getur líka að pinna þetta inn á okkur ákveðið verk, að skýrslan sé bara fyrir þetta verk, eða allt, eða þennan starfsmann. Þannig að þú getur beðið leiða þér, með það enginn þarna, þá sýnir hún alla. Leiða þér unnarinn inn, þá sýnir hún bara fyrir unnar. Og eins þannig með verkið, ef það ekkert verk valið, þá sýnir hún öll verk. Leiða vel upp eitt ákveðið verk, þá sýnir hún bara það. Og annarkvæmt prentari eða uppfærir. Þegar þú uppfærir þá staðfesta tímana, þeir fara inn í búin að skráða inn á verkið. Og enn og aftur sko til að hérna, þetta það sem við erum að horfa á, vinnuskýrslur, þetta hérna. Hér leiðréttingar, allar leiðréttingar sem þú vilt gera. Þú getur líka leiðrétt hérna inn í verkbókvöldinu, hérna, og þú getur líka leiðrétt hérna. En ef það gerir eitthvað mistök þá alltaf option. Hérna fyrsta uppfærslan þegar þú setur inn í verkbókvöldinu, uppfærsla aftur þegar þú setur inn í sölukerfi. Og svo endan hann náttúrulega eftir að uppfæra reikningin þá að gefa reikningin út. Öllum stigum getur þú leiðrétt. En ef mann vilja hafa verkbókvöld rétt, þá þegar þú opnar eitthvað verk, þá getur hann sagt samtalstekjur, samtalskostnaður. Það geggjað fítus í verkbókvöldina síðan fyrir framleiðin í verkinu. Og meðan því hafið vinnuna eitthvað allt annars staðar, þá veit stólpinn ekkert hvað er að gerast það. Þannig að þið sjáuð ekki heildarmyndina í framleið, þið sjáuð bara framleið fyrir hérna. Og opnum hérna verkbókvöldi bara fyrir að sýna hvað er verkbókvöldi hjá okkur. Það var hana verk 400, það var eitthvað, fyrir bara í verk 400. Stað og samtölur hérna. Þá sjáum við mjög gott yfirlit yfir efnið. Að kostnaður verið samtals 2,8, sölu verið samtals 2,6. Álagningin kemur nú ekki neitt annað syns mér. En framleiðin er 800 skall, sem er 22% framleiðin. Alls útselt 3,6.
Þú veist, að útselt sko, hvað við erum búin að, þetta sko, við getum við átt eftir að rukka kannski milljón. Já. Við erum búin að rukka kannski bara hluta af verkinu. Einmitt. Að þá myndum við sjá alls útselt, ef þetta var það ekstra hérna, með reikning, hvað hjá eftirstandandi. Já. Einmitt hérna. Það 44 skall við eftir að rukka, það það sem ég ætlaði að leysa. Já. En vinnan hjá ykkur endur öll á nulli. Já. En leiðu þið fara að nota appið, þá myndið þið sjá nákvæmlega hvað mörg klukkutíma fyrir kostnaðurinn ykkar. Já. Og nota fyrir kostnaður náttúrulega eins og bara, tökum þig sem dæmi, þú náttúrulega bara með eitthvað, ekki milljónum mánuði eða eitthvað og hérna þú vinnur x marga tíma. Já. Að sko hvernig ætlaðu að reikna kostnaðið þinn? Sko það bara hver nýtingin þín, hversu oft þetta veikur á ári, hversu marga frídaga fara á ári. Þannig að þú skilar x mörgum, þú skilar náttúrulega ekki hérna 40 klukkutíma á viku í útseldri vinnu væntanlega. Nei, Væntanlega kringum 30 eða eitthvað, eða 20. Já. Og þá þurfum við að taka launin og deila þessu niður á vinnustundina sem þetta framlega og reikna út svona sirkabát hvað kostar á klukkutíma. Já. Og það kemur þarna inn eða? Já, það skráum við sko á starfsmanni. Já. Hvað kostar henni í dagvinnu? Já. Hvað kostar henni í yfirvinnu? Og þetta bara, þarna þurfum við að reikna út væntanlega heildarkostnað eða... Já, þið ráðið þessu bara. Þetta bara heimskur innsláttur í stólpa. Já. Stólpi ekkert að skipta þess að hvernig færðu tölun út. Nei. Það svolítið bara þegar allar að taka veikindi og sumarfrí og bara, þú eigið kannski alltaf klukkutíma á kaffistofunni að daginn og sumir eru latur eða 3 klukkutíma á kaffistofunni, skilur. Ætlum við að fara að mæla þetta alls saman og finna út, sko, ok, þetta eru heildarlaunin, þetta eru heildarfjöldi tíma sem við raunverulega vinnur, þegar við erum að taka allt frá, veikindi barna og allt það og menn eru mismunandi mikið veikir náttúrulega. Já. Þannig að hversu djúpt ætlum við að fara í þessa pælingu. Já. Eða hvort við ætlum bara að hafa þetta rosalega einfalt og segja bara, já, þessi kostar 1.000.000 deilt með 100 tímum á mánuði, segja það bara. Já. Það gáður svona bara puttu við loftið. Já. Og þá bara fáum við eitthvað krónutölu á tíman. Já. Og svo bara sláum við það inn. Og ef þið eitthvað slegið hann inn, bæði útstúrtextur og kostnaðar, þá fáum við það sett inn í þetta. Já. Kostnaðar samtals. Já. En þeir eru með, skilur viðskiptaði. Eins og við erum með ríkisreiknir hérna og þeir eru á einhverju X gjaldi. Svo erum við með Óla út í bæ og hann á Y gjaldi. Já. Er þetta sjálfflokkað eftir þegar við skráum í tímaskýrsluna? Nei. Sko lausnin af þessu er að ríkið fær afslátt. Þú ert bara með eina dagvinnu. Já. En kúnnarnir eru mismunandi mikinn afslátt. Já. Það er sjálfvirkt. Já. Þannig að en svo hættu því að maður hækkar sko, þú veist, taxtan bara einhvern mánudaginn. Já. Þú veist að ríkið þurfa þá alltaf bara endurreikna til þess að festa því að við erum fasta, þú veist, krónutölu hérna sko. Já. Og þá erum við svo niðurnörfuð. Já. Eða hvort það sé hægt að því að þú varstu með, þú veist, þegar þú verið dagvinnu, hvort þú getur að vera dagvinnu, þú veist, búa bara til síðan dagvinnu ríki. Já. Sko, hver starfsmaður bara með eina dagvinnu. Já. Þú veist, dagvinna það bara einn flokkur óháð, það þetta eiginlega bara óflókið kerfislega. Já. Þá við séum með útsölutexti 1 fyrir þessa kúna, útsölutexti 2 fyrir þessa kúna, útsölutexti 3 fyrir alla aðra. Já. Þú veist, þetta bara margir möguleikar, sko við ætlum að ná utan allar mögulega lausnir. Þannig að eina sem stólpi styður í þessu rauninni að þú bara einn útsölutexta. Já. En í afsláttaflokkunum, þeir tækla það. Þú fyrir hann í almennt. Ég reyndar í almennt hérna. Afsláttaflokkar, þá geturðu búið til sér ríkis afsláttaflokk. Já. Þar eru föst verð sem yfirskrifa. Já. Þannig að hérna sérðu sko
þetta bara frjálst nafn. Já. Hvað flokkurinn heitir, hann getur sagt bara ríkisfyrirtæki. Já. Hann heitir það og hann virkar á alla útsölutexta. Hann virkar á útsölunni dagvinna og það föst upphæð. Já, þannig það að gera það. Já. Það afsláttar upphæð? Já. Eða, já, það ekkert að vera með... Og svo setur öll skuldunni ríkið já. Inn á þennan afsláttarflokk og þá yfirskrifar. Já, nú bara með, já. Minnar að það annarkvæmt svona eða þá að við förum inn í líka að setja á verkin afsláttarflokk. Já, fastan bara. Já, þannig þegar maður stofna að vera nýtt verk að það ríkisverk sem ríkisafsláttur. Já, það sem ég man ekki hvort við þurfum að skráða á verkið eða hvort það sé nóg að skrifa á kúna. Já. Þá kemur það sjálfkrafa þarna inn. Nei, það kemur ekki sjálfkrafa inn, en ég held að það sést annarkvort þarf þess ekki, þess að þú bara veit að þetta er ríkið fær á vinnu á þennan, þannig ég þarf bara að testa hvernig virknin í kerfinu. Já. Annarkvort dugar að skrá skuldanetin og öll verk sem er á þennan skuldanet fer sjálfkrafin, en út í að þarna getur þú sett þá yfirskrifar þetta ef það er eitthvað skráð hana, það getur verið tilboðsverk fyrir ríkið og þá verður bara eitthvað sér afsláttartíll á því verki. Já. Þannig að hérna eru bara þeir flokkar sem eru til í kerfinu í augnablikinu. Já. Þannig að þetta þarna var svona eitthvað vinna. Já, það er bara til afsláttarflokkur. Þannig neðstinni? Já. Er þetta hægt? Fyrir vistu? Já. Þannig að það verður bara fast verð. Býtur við hérna þessi, nafnið er algjörlega frjálst og segir ekki neitt. Þetta heitir bara afsláttarflokkar ABC, Já. En það eru stillingarnar hérna sem að ráða öllu. Hérna eru vara, þessi hérna er búið að velja, hérna var ég hjálpað út í Þórainn skráði alltaf vinnuna sem vörunúmer. Já. Þannig að það var ekkert að nota vinnuliðin í stólpa. Nei. Þannig að tilgreina ákveðin vara hefur þetta verð. Já. Fyrir þennan kúnna. Þannig að ef þú skráir viðskiptavinnurinn eða verkið er með þennan afsláttarflokk, þá fær hann þessa tíma. Já, í vöruflokki, ekki í vinnuflokki. Já, ok, þetta er ekki alveg. Þetta er ruglingslegt að ég veit að er að reyna að ná utan á svo ólíka þarfir. Þannig að hendur til allt nema þetta ríkis að finna eitthvað formúlu fyrir það sem virkar. Já, og þá er afsláttarflokkurinn sem að takla það. Að þó að þú sett alltaf dagvinna texta 10 skall eða eitthvað, veit ég hvað almenn texti er í sem bara 10 skall, ríkið er 8 skall, að þá er bara annarkvæmt skuldanetarinn eða verkið, og það er að tjekka það bara hvort það er, sem er á þessum afsláttarflokki sem segir að þetta sé 8 skall, það yfirskrifar. Já, þannig að alltaf þegar þú uppfærir verðið, þá bara mun að fara inn og þetta er næstu sjá inn í vinnuskýrsluna. Já, þetta er alltaf ekki oft sem er að breytast verðinu okkur. Nei, ég veit að þannig að Ef við búum núna til hjá Raflux afslátt bara á skuldunleikin, ef við prófum það, hvernig það kemur út, sjáum við það þá? Já, það er að loka hérna, hvað er þetta? Við þurfum náttúrulega að fylla út Þórainn. Þetta er nú Þórainn sem ég er að skrifa hérna. Hann er á talinu yfinni. Hann er út fylltur. Síðan eru textanir dagvinna hérna. Ok, þetta er bara að setja eitthvað aðeins líklega tölu. Hvað er 10 skall? Já, þess. Og yfinna bara 14 eða? Já. Svo er það afsláttarflokkur. Ég vil búa til nýjan afsláttarflokk hérna. Nei. Afsláttarflokkur. Nýfærsla. Það kallar bara 0 test. Já.
Dagvinna verður þá á ekki lengur 10 skall, þetta er sem 8 skall. Útsýni texti yfirvinna. Ekki 14 skall þá, heldur sem bara 8.500 eða eitthvað. Já. Svona. Og náttúrulega hreinsa síðan hérna. Og tilraun 1 er að skrá þetta á hérna. Svona. Nú erum við búin að skrá þennan afslátt á þetta verk. Þetta er í verkbókhaldinu, þannig að það sem við þurfum að gera hérna, vinnuskýrslana veit ekki um þennan afslátt. Nei. Já, þær eru heldur ekkert að spá í þig, það er bara hérna. Þetta er bara dagvinna og yfirvinna. Já. Ok, við viljum að staðfesta þessa tíma hérna, yfir í verkbókhaldið. Já. Uppfæra. Og þú getur tengt þetta launin, þannig að skipta ekki máli. Uppfæra bara verkbókhald. Já. Staðfesta. Já, þú ferðir bara. Þú taka 12 með hérna. Já. Prenta. Uppfæra. Uppfæra bara verkbókhaldið. Staðfesta. Nú opnum við verkbókhaldið. Smellir hérna. Nei, bitum við. Þetta við skráðum þetta áður en við uppfærum afsláttinn. Það getur við. Það er líka að setja á skuldunnitin hérna. Skuldundar aflóks. Já, þú getur það. Já, ég veist ekki. Þetta er bara 0 test. Svona. Móka þessu allir hérna. Vistaru skráningarna niður? Og verkbókhaldið. Já. En þú vistaðist það einhvern sjálf sér inn á tölvuna sína? Þetta er eftir skuldunnitur. Hann er afslátturinn hérna hér. Svona. Nú ætla ég að fara í appið, svona hafa bara appið sem sjá þetta skrána. Það kom með þinn? Já. Við viljum að skrá vinnuskýrslur, verk og þetta verk. Dagvinna. Testa afslátt eða eitthvað. Einn tími staðfesta. Þá er þetta komið inn í vinnuskýrslur. X. Það komið inn, svona. Við ætlum að uppfæra þetta á verkið.
Opna verkbókhaldi. Nei. Þarna er ekki 38 ástall. Ef við förum í afslátadótið aftur grunninn, getur verið að þetta hafi verið 0-0 test sem þýðir þetta. Já. Já, hérna. Þarna kemur einhver vara, já. Já. Já, það var svoleiðis, já, ok. Það er 0-0 test. Já, þess vegna er þetta svona ruglaði eitthvað hjá mér. Einmitt. Well spotted. Þannig að ef við setjum það bara, prófum að setja það bara á Þá ætlum við á að skuldanetin. Já, yfirleitt skuldanet. Raflux. Já. Og vitlaust afsláttarlok. Já. Og sannlega líka á verkinu. Nú er ég náttúrulega með þetta bæði, þannig að ég er vonast til að dugi að vera með þetta á öðrum staðnum en ekki báðum. Já, einmitt. Já, ef það virkar á skuldanetin bara, þannig að það bara kjartmálum, sko. Já. Bara þetta festa verðið á þá. Verkbókhald. Það er sama hérna, þetta er alveg vitlaust. Já. Ok, sá þurfum við fyrir aftur hérna. Og hérna skráningu. Þá segir við hérna test 2. Og tímar 2,0. Staðfesta. Vinnuskýrslur. Uppfæra þetta. Svona. Og það var skammennar. Já. Já, þetta kemur þetta rétt. Frábært. Þá þurfum ég bara að testa aftur núna hvort að dugi að Eyðis út úr verkinu. eyðast út úr verkinu. Já. Og það er víst samt. Þá vendarlega þetta er líka þurft að sko, ég veit ekki hvort það var að stofna sko, þegar það var að fikta svona í þessu, þetta hvort það er stofnun á verkinu, þá þarf afslátturinn að vera staðar á skuldanetum. Já. Það er spurning að við stofnum bara núna nýtt verk á Raflux. Já. Það komið bara sjálft inn. Og hvað kallar við þetta hérna? Test 2. Afsláttarflokkur. Við ætlum ekki setja verkkaupið þá Raflux. Það kemur sjálfkrafa. Hoppar að sjálfkrafa inni, Já. flott. Það er bara mjög jákvætt. Já. Það þýðir að gömulverk þarf að setja sjálf aftur inn. Já. Víst. Sem eru búið að stofna áður en hann kemur inn. Já. Þannig að bara leiða með stofnun eins og þarna ríkiskaup eru bara með þennan afsláttarflokk fastan. Þá bara opnum við öll verk sem að þeir eru með Já. og setjum afsláttarflokkinn inn. Já. Og öll verk sem stofnast hér eftir þá mun það koma sjálfkrafa. Já, og tímaskráningar verða einmitt bara á öll verk sem eru hér eftir. Já. Sem er frábært. Já. Og þá myndum við að setja líka eins og við á Raflux afsláttarflokk 100%. Já. Það er engin hagnaður af seldri Nei. inn í verstaðið. Nei. Já. Þá sér maður það, allan kostnað. Nákvæmlega. Ok, þetta er ekki. Eitt sem að hérna byrja appið hérna. Þegar ég fer hérna heim. Sé skráningar. Já. Þess að þú sér þetta einn dag. Já. Það er komið grænn punktur, það var rauður punktur. Grænt þýðir búið að... Búið uppfæra inn í verkbókhaldið. Já. Þú getur ekki lengur
sko eitt skráningu, þú átt ekki að geta eitt inni, Já. eða breytt skráningu, nú getur það ekki. Nei. Ef það er rauði punktur eins og þá er þetta óstaðfesti tími, Já. þá getur það breytti. Þannig að ég fatt að eftir að hafa borðið grænn, ég sé að þetta átti að vera 4,7 en ekki 2,7. Já. Þá bara hringi ég í Þórarinn. Já, sko það þarf náttúrulega að vera eitthvað svona ákveð búið til ákveð verklag fyrir strákana. Þið eigi að klára sko alltaf hérna núverandi viku og á föstudögum þegar þurfa að vera gulltryggja það að vikan sé rétt skráð. Á mánudagsmorgnum þá uppfærið þið síðustu viku. Já. Og hérna það þýðir ekkert að koma þá og segja heyrðu, glimti eða eitthvað, þá er það pínu vesen að leiða þetta sko, þá þarf það að fara inn í, þú ert búin að staðfesta tímana. Já. Þú ert komið inn í verkbókhaldi, þá þarf það að fara inn í... Þar inn og breyta þið þar. Já, og það er þetta ekkert mál. Nei, en það er samt alveg, og auka. Þá opnum við bara hérna, og ég veit ekki hvort þú hefur alveg notað verkbókhaldi eitthvað. Mjög bara, ég er bara að skoða það, ég er ekkert notað það. Já, sko aftur með þú stillir þetta hvað dálka þú vilt sjá og í hvað röð og hversu stóri dálkarnir eru og allt þetta. Já. Ef þú tísmillar á númerverks, þá færðu þessar grunnupplýsingar verksins, viðhald verka. Ok. Og það er aðalega þetta með hver er verklýsingin eða hver er verkkaupin eða whatever. Já. Og þú þurfa að stofna verk og það þarf alltaf að setja nafn, Já. þú þarf alltaf að setja greiðanda og hvað verktegund þetta er. Já. Annað er frjálst, hvort þú skráir eða skráir ekki. Já. Þú eru tísmellir á heiti verks, tísmellir brekstagir, þá sérðu hvað skráningar eru. Já. Á þessu tímabili og þú velur hérna í stórbúrum þínum hvort hún sýnir skráningar frá upphafi eða frá áramótum eða þú fer náttúrulega bara hérna inn og slærð inn hvaða dagsetningu sem er. Já. Hérna. Þú veist, hún filtrar eftir þessar dagsetningu, fyrsta lagi filtrar hún eftir dagsetningunni. Já. Í öðru lagi, við höfum ekki áhuga að sjá reiknisvöralínur. Já. Skulum velja kannski eitthvað annað verk til að sýna þetta hérna. Það voru ekki með verk með 400 hérna, eitthvað risaverk. Svo hérna var fullt af rauðu línur. Rauða línur þýðir að við erum búin að rukka þetta. Já. Og hérna sérðu þess hvaðan þessi vörur eru að koma. Já. Þetta er skráð af rafrænum innkaupareikningum, RIR. Já. Hérna er reikningurinn. Þú kópar þetta númer, farið í rafræn innkaup. Uppfærðir reikningar. Þetta er reikningar sem er búið að uppfæra. Já. Og skoða þennan reikning. Og ef að stækka tímabilið. Já. Já, einmitt. Skoðum reikningin og þá sjáum við þetta var sett á þetta verk. Verk með 400. Við getum náttúrulega ekki breytt neinu þannig lengur sko. Nei, þið er nú búið að... Það er búið að uppfæra, það er búið og hérna sjáum við þessar vörur. Og hvernig það var stillt þegar það var uppfært inn í verkbókhaldið. Og það er þetta, hérna. Og hérna sjáum við alltaf reikningarna. Þessi R-lína þýðir að það er reikningur. Það er E þýðir efni. Já. Ef þið fara náttúrulega appið okkar, þá myndir náttúrulega sjá vinnuna líka sem VAF. Já, það er, VAF. R er reikningur, það er náttúrulega í dag vinna. E sett fyrir efni. VAF fyrir vinnu, sem að þá skráði í appinu. R er reikningur. Þess að kemur það hérna mínus 160, þannig að þá hefur verið að rukka þessa línu hérna frá ofan. Já. Og svo bara heldur þetta fram, hann ekki verið annar reikningur. Og þetta er náttúrulega monsterverk. Já, þannig heldur hann bara utan á efnisvölu og það er engin vinnukostnaður inn í þessu held þarna. Sko, hérna sérðu tvær línur hvítar. Já. Við erum eftir að rukka það. Já. 34.000 og 9.000 eitthvað, þannig að 43.000 eitthvað. Einmitt. Og þannig að þegar við opnum verkið, þetta er bara þetta 400, Já. að þá byrjar hann að sýna okkur
þessar tvær línur. Það er það sem við höfum áhuga á. Já. Ég þarf að smella hérna á sjá reikningsverðar Já, til að sjá allt. til að sjá alla söguna. Já. Og líka það sem að verkbókardauð er að sýna okkur að þegar við horfum á þetta hérna, þá segja hann það, þú dettar að rukka 43. Já. Óreikningsverða tímabil. Hún er ekkert að flækja sögunni. Nei, þetta er bara það sem eftir að. Hún er að sýna okkur hérna hvaða verk við höfum eftir að rukka. Yes. Hérna, einhverja spurningar? Þetta er yfirferð, þetta er mjög gróft. Já, en góð yfirferð, þetta er voða góð. Það sem ég hef líka er svo bara með tímaskráninguna í vinnuskýrslum, þegar búa bókfæra og alltaf, það er að skoða þar tímabilið. Já. Upp á laun og fleira. Já, vinnuna hjá strákunum. Já. Og vinnuskýrslur er já og nei. Svo við erum með tvær hérna, við erum með eitthvað sem heitir stilbiklukka sem er mjög nákvæmt fyrir launin. Já. Vinnuskýrslur er minna nákvæmt fyrir launin. Já. Og ástæðan er að hérna, þegar við erum í appinu að þá ertu, og við erum í skráningar hérna, við erum bara skrá, að þá er starfsmann sjálfur sem ákveður hérna dagvinnið yfirni. Já. Og það er bæði fyrir verkkaupan og hann sjálf sem launþega. Þannig ef það er, við treystum þeirri skráningu, þá getum við notað þetta. Já. Og það er það sem við hefum gert allir til, sko. Já. Það fórrætið sem við notum okkar er bara nákvæmlega svona. Já. Svo er bara prentað út úr Excel. Tímandi sko, ég lók bara tímabils. Já, það er hérna, þess sem heitir uppfærsla í launakerfi. Og ég kann þetta reyndar ekki en hérna umboðsaðal okkar á Akureyri, þess að sér að þjónusta stólpa á Akureyri. Já. Þeir nota þetta mjög mikið fyrir sjálfan sig. Ok. Og hann kann á þetta, ég var með þetta að heyri daginn, hann er á Tenerife núna og held upp á 60 samanlið, hann er búinn að vinna 20 ári í stólpa. Já. Þannig að hann kann á stórkvöldum betur en við sjálfur. Og þá held ég að ná sé að nota þetta hérna. Veljum þá launútborgun. Já. Ég syns að í launakerfinu þá stofnuð ákveðin bara eins og núna þá fyrir, sko nú næsta launaútborgun fyrir mars. Já. Það er bara frá 1. mars til 31. mars. Já. Og þá búið að stofna í launakerfinu ákveðin útborgun. Já. Sem þetta bara marslaun. Og þá veljum við hana, hérna. Já. Og staðfestum hinn og þá les hún ekkert inn og þetta þarf bara að testa virktina en ég veit hún virkar en ég kann bara ekki á það. Já. Að þá tekur hún það að unnar er með þetta marga dagvinnutíma, þetta marga yfirvinnutíma. Já. Og þá þarf líka þú sem launþegi að vera settur upp með réttum hætti að það sé dagvinnutímar x yfirvinnutíma y. Já. Og það lesist það alltaf inn þegar það tímabilið sem þú velur inn. Já. Þá er það sjálfreikni, meira bara spá í bara tímafjöldi. Já. Dagur yfirvinnu, það er alltaf að lesa það út úr. Já, það er nákvæmlega, það er hægt bæði í vinnuskýrslunum. Já. Hérna eru útskriftir sem sýna hvað hefur skráð og ef við ætlum að fá það sem eru búin að uppfæra. Já. Svo bara taka hérna það sem til er. Það er núna 1. janúar. Já. Og svo hver starfsmaður á sérblað verður það að gera. Já. Þá kemur bara allir. Og hérna kemur nákvæmsundurlögin. Svo taka hérna sama dagsetningu. Já, það er hver dagur. Já. En svo var það fyrir neðan per starfsmaður líka, samantekt. Alls 4 skráningar 8. Já. Og það var neðan áskrá, inn í áskrá hérna skýrslu. Þá var það samantekt per starfsmaður. Það kemur þá þar út. Já, alltaf ekki. Ef ég tekið tímabilið, launatímabilið, þá kemur bara að það eru tímarnir. Já. Já, þetta er alltaf bara ráðbært. Alls 4 skráningar sem þetta samtök 8 tímar. Já. Og svo það náttúrulega í þessu líka þessi EVINA 2 sem algjör bastarður fyrir tölvukerfi. Já.
Því að öll tölvukerfi, Stólpi og GK og fleiri kerfi sem eru með svona launakerfi og dagvinnutíma og yfirvinnutímana, það er allt sko miðið sólarhringinn. Hvað er dagvinna, hvað er yfirvinna? Timburklukkan okkar reiknar það út. Þú stöður bara inn í byrjaði að vinna klukkan 8, ég ætti að vinna klukkan 9 kvöldið og þá reiknar timburklukkan út. Hvað er dagvinnutími, hvað er yfirvinnutími fyrir þig og jafnvel eitthvað annað fyrir kúna sem er að kaupa verkið. Þannig þú getur alltaf sagt sko, sá sem er að kaupa verkið, hann er alltaf á borgar yfirvinnutíma, verkkaupi, borgar yfirvinnutíma eftir klukkan 5. En svo getur það til starfsmanni, þú ert alltaf á dagvinnutíma fyrstu 8 klukkutíma að vinna per sólarhring. Alveg sama hvernig þú byrjar að vinna, hvort þú byrjar að vinna 3 á nóttu eða klukkan 4 á deginu. Og þá eru þú á dagvinnu fyrstu 8 tímana. Þannig að það er að stilla stimpilklukkana með óendanlega mörgum hættum í þessu. Vinnuskýrslurnar eru náttúrulega bara einfaldar, þú treystir starfsmanna fyrir að meta það sjálfur. Og það er verkkaupi og hann er á sama dagvinnu eða yfirvinnu hins. Veitu, hver á spurningin eftir? Ég er ekki viss með að svara henni. Bara útprentun, þess bara sjá. Já, yfirvinna 2 síðan einmitt, sko, kerfið ræðir bara einmitt að halda utan á sólhringinn. Hún er ekkert að, ef það ef maður rétt sko, yfirvinna er þegar þú er búin að vinna meir en 15 klukkutíma yfirvinnu í mánuðinum, held ég að sé. Þá fer það yfirvinna 2. Það er sérst handverk leiðrétting sem þarf að vera á launasölunum. Þannig ef yfirliti hérna segir 30 tímar yfirvinnu, eða 31 skoðum að segja, og þá þarf það á launasölunum að segja að ok, það er bara 15 yfirvinnu 1, 16 klukkutímar sem eru umfram, það fyrir yfirvinnu 2. Já, þannig að yfirvinna 2 þarf að vera handverk leiðrétt. En þarna kemur svo inn í appinu, ef við sjáum það aðeins, þetta er komið með Þóra náttúrulega með eitthvað svona yfirmannsaðgang. Getur hann séð þá alla í appinu, eða þarf hann að fara alltaf inn í verkefnavaldið? Já, sko, sem stjórnandi þá getur skipt um starfsmennina. Já, og séð alla? Já. Ok. Besta yfirliti er samt hér. Já, algjörlega. Þá bara sérðu alla á einu. Já, appið að þá ertu hins vegar bara fastu við að sjá sko viku yfirliti fyrir valin starfsmenn. Þú sér ekki alla í einu. Nei, einmitt. Þannig að þú getur alveg í appinu séð, ok, einhver skiptum starfsmann og séð bara hans tölur. Og þetta sé betra. Það eru fleiri atriði hérna í stillingu sem að, ég veit ekki hvort að þið þú vita bara þessi til. Sko fyrsta lagi, já, það er eitt af sem þarf að gerast að þegar við stofnum starfsmenn ykkar sem notendur þá heitir það raflögs.punktur eitthvað. Og það er náttúrulega ekki tengt nafninu SSU, það getur eins og fyrir því unnar, raflögs.unnar. En það þarf að tengja það við starfsmannalistan ykkar í starfsmannafjöldinni. Þannig að þess vegna er þetta eitthvað sem við tengja notendur, tengjur saman login-nafnið þitt og raunverulegt nafn í starfsmannaskrá. Og tengja þá saman. Þetta er þessi stjórnandinn almennt getur á að gera, en við getum líka hjálpa notendum eða gert þetta fyrir ykkur. Ég veit sem við ættum að geta gert þetta. En þetta er semst að bara að tengja saman username og raunverulegt nafnið. Þetta hérna fela verkþátt, fela verklið, að sum fyrirtæki vilja ekki bara skrá síðan ákveðið verk, heldur vilja hafa skilgreinda verkþætti. Já. Þú getur verið með verkþátt sem heitir undirbúningur, framkvæmd, lokafrágangur. Og eitt sniðugt þáttur við verkþátt til dæmis er það að þú getur haft verkþátt, veit ekki, eitthvað sem er rosa flókið í ykkar rekstri og á að seljast mjög dýrt. Veit ekki, það er forritun eða... Já, nákvæmlega forritunarvinna. Þá er þetta verkþáttur sem heitir forritunarvinna. Og þá myndu ekki fela hann. Þá þurftu strákarnir alltaf að tilgreina verkþátt. Og þetta flækir skráninguna þeirra. En ef þeir velja verkþátt forritun, þá kemur sér verð á það. Það trompar verðið sem starfsmanninn hefur. Bara verkþátturinn
forritun hefur sérverð. Það ekkert margir sem nota þetta, þessi flækir, en það til verkfærsmyndir verk. Það ekki sjálfgefin verkfæri, það efni. Já, þetta bara bull, sko, þetta eru ykkar verkfæri sem þið eru til í kerfinu ykkar sem þið ekki að nota. Já. Þannig að, en kerfi krefst þess að sé eitthvað annað. Einmitt. Þannig að þegar ég setti þetta upp fyrir Þórðan sín tíma, þá bara bjóð til eitthvað eitt efni, því ekki neitt, sko. Nei, það gæti verið að ABC, sko, skiptir einhver máli. Og, almennt það. Þannig að við félum það, en kerfi krefst þess að þetta sé til staðar í gagnagrunnum. Þannig að við setjum þess að dömmi verktætti og verklið inn, sjálfkrafa. Það val hvort þessi nauðsynlegt að fylla út athugasemd eða ekki. Já. Og stjórnandi ákveður þetta og þetta það fyrir alla starfsmenn. Já. Og ef þú skrifar ekki, þá kemur bara villa vantar að skrifa. Já, á að vera þannig, þetta er svo nýtt, ég veit ekki hvernig villubúðin nákvæmlega eru, en það á að vera þannig. Á að vera hægt að skrá akstur og ég er búinn að haka við það. Og þá þarf ég að tilgreina hvaða vörunúmer innihalda akstur. Það er til vörunúmer eitthvað sem er vörunúmer 20, sem heitir akstur. Hérna er þetta sett upp, þetta er bara gert í eitt skipti. Nú ætlum við bara að leita í ykkar vöruskrá. Það er til 3 vörunúmer sem inniheldur akstur. Rey akstur, JR 100 akstur. Og ef ég hef búinn að velja alla þessi vörunúmerina, að nú eru þessi 2 vörunúmer sem innihalda akstur. Og þegar starfsmenn fara í skráningar, vinnuskýrslur, og það kemur alltaf sjálfkrafa síðasta verk sem var skráður inn á. Þannig að ef ég vil breyta, þá get plús, þá get ég stofna verkið. Og augnablikinu er þá bara að gefa form að fylla út verkheiti og allt þetta. Og það vantar þarna, við þurfum að bæta villuskilbúðina að ef þú fyllir þetta ekki allt út, þá stofnast ekki verkið. En kemur verknúmer þarna sem við sjáum síðan? Já. Við viljum bara segja verkheiti 00. Test á nýja verki. Verkkaupi. Tengilegur hennar athugasemd staðist það 580. Já, það kemur þarna inn, ok, frábært. Geta allir stofnum nýtt verið, það er bara stjórnendur. Og eins og kerfið appið hjá okkur núna í dag, þá geta allir gert það. Já, ok. Og þetta er eitthvað sem við áttum að vitum svo sem ekkert fyrir en þetta appið fyrir mótgun og menn fara að fá reynslaði að hvort að það sé eitthvað sem megi vera stilling. Þá myndu, ef það er það, þá bara búið til stillingu fyrir stjórnandan. Heimilt að stofna verk. Þannig að það er bara, eitthvað sem inn í dag er þannig að allir starfsmenn geta gert það. Flott. Og þið myndir vantilega vilja hafa það þannig eða eitthvað? Já, ég finnst að það sé bara mjög jákvæmt, sko. Já. Og það er þetta skráð efni og vinna sitt hvort lagi eða það sér? Það er saman? Nei, betur fyrir ekki hérna, já. Jú, testa nýju verki, 580. Þannig að ef við fyrir núna í plúsin, þarna, ef við komum svona langt í verkefni, get ég skráð tíma og efni sama eða sitt hvort? Við sem plúsin er fyrst byrja á dagvinni hérna. Sendum eitthvað hérna og eitthvað hérna. Svo get ég aftur fara á plúsin. Og aftur get ég bara stað þess með yfirvinna. Það sem hafa þetta massaflókið bara. Bara bætist við gluggi. Við getum segja bara eina skýrslu fyrir allt sem var gert. Þessu verkið þegar það er. Hérna og 4 eitthvað. Og aftur nýtti bara plúsin. Nú er þetta akstur hérna. Og þá spyrir hún hvaða, það eru 2 vörnúmer sem þannig að núna segir bara þetta hérna. Eitthvað. Og við erum haka við, það verður að skrá athugasemd. Það er stilling, það er krafa. Aftur þetta bara við, efni núna. Þá fer hún í allar vörur eins og er í vöruskrá ykkar. Og það sem við ætlum að bæta við kemur svona í apríl eða maí, þá kemur næsta útgáfa í stórboða. Þá mun filtera næstu út
vöruskráningar, Já, 1500 vörunummer, í augnablikinu eru öll vörunummer það einmitt, sýnileg. En við bætum við að það verður bara eitthvað ákveðin vörunummer sem að Sýnt í appi eða Já. eitthvað já. Ok. og minnstu hvað þegar annað hérna gaflarar, þeir eru að nota þetta líka, eða þetta að testa þetta með okkur. Já, Hérna, þeir eru með yfir 50.000 vörunummer held ég. já, einmitt. En starfsmenn eiga bara að nota held ég 50 vörunummer. Já, Þannig að það er ekki tækt að þannig að eiginlega verða þeir að bíða bara á því að það vöruskráin þeirra er bara martröð sko. já, En ok, þú bara velur hérna efni, já, verðum þetta 8.000 og 2 stykki og svo staðfestið. já, Og þá eru bara hérna, þetta verður vinnuskýrslur. Og við finnum þetta tímabili og þá kemur þetta saman. já, kemur þetta svona sem hver einasti Þetta var, við skráðum sko allt saman, já, dagvinnu, við skráðum yfirvinnu, já, við skráðum vörunúmerið akstur hérna 3 km, já, við skráðum þetta efni hérna, 2 stykki af því já, og svo bara uppfæra við það. Í verkafaldi. Staðfesting. Og þá var það komið á þetta nýja verk hjá okkur. Og F5 og þessi gluggi var opinn, já, hann uppfærist ekki nema hérna F5 bituna, ég veit ekki hvað meina. Hvað heitir þetta? Var það eina? Nei. Nei, það var stofnunarverk eitthvað nýtt. Ég veit ekki. 580. Það vantar ekki, það er þarna, já, það vantarlega er ekkert ekki kostnaður á þessu verki, eða frá þess. Ég held að vera, var ég ekki að skráða það verk annars eða? Ég spurði hvort þau hefur verið eitthvað bakvið eða eitthvað krónutali. Já, við vorum veitlustu, nei, testa nýja verki, 580. Já. Hvort það sé eitthvað refresh hérna eitthvað. Opna lokapinginu. Þannig, Já. Það var refresh issue, það er F5 dugði ekki til þess að sína það. En þá koma þessi 4 hérna og hérna hér sér núna vaff Já. og E. Og eina sem við gerum hérna þegar þetta búið til reikninginn síðan, svona að Já, þetta kemur líka fasta dagvinna yfirvinna, rétt eins og við tölum já, frábært. að við getum breytt þetta hérna líka. Já, við sjáum eitthvað, já. Eitthvað svona, en annars bara segjum við reikningsvaralínur. Já. Við getum bæði gert það og þessu almennt hérna og svo líka sem að ég myndi nú frekar mæla með þess að þetta er gert þannig að þegar við erum bara að fara yfir öll þessi verk og við erum bara að segja það var bara búið til reikningsvar. Það var bara að smetla á reikningsvara, annarkvæmst staktverk eða öll verkin í listanum. Já. Og ef við þá bara verða til jafnmargir reikningar, hérna 9, þá er bara 10 sölreikningar. Já. Og glampar sem skánina, stakt verk. Sko, yfirleitt með viðhengi, þegar við uppfærum úr verkbókaldinu, og svo þannig að það eru margar efnisskráningar, margar vinnuskráningar, að þá er valfrjálst hvort að sölureikningurinn segir bara vinna samtals, efnis samtals og við höfum ítarlega sundurliðin í viðhengi. Þóra er með stilt þannig að sölureikningurinn kemur með hérna vinnu samtals, efnis samtals, nei hérna sundurliðin. Allt saman, sundurliðin. Fullkomna sundurliðin. Og þá er enginn þörf á að vera með sundurlið yfirleitt líka. Já. Ég ætla að haka hérna við bara til að sjá yfirliti og þá getur það valið mismunandi útlit af því. Já. Sko þarna býr þetta sölureikningin, býr til PT-liðingi
Og nú þetta náttúrulega ekki lengur, verk 580 ekki lengur, Já, við bara uppbóðið, einmitt. ekki með sérst óreiknistart lengur. Já. Þannig að fyrir mig sölukjöri. Þá verk 580 hérna. Sundurliður reikningur lítur svona út. Þetta kemur athugasemdirnar. Það sem skiptir máli að ef við ætlum að hafa þetta svona, það er sundurliðan sölreikning, að athugasemdirnar séu hérna vel skrifaðar. Einmitt. Það er eitthvað ekki rétt stillt hjá mér að það kemur error hérna, þetta vantar stillingar fyrir vinnuna. Vantar sölulykil væntanlega. Já, það þarf að stilla í verkbókaldinu eitthvað. Vantar stilling í verkbókaldi. Stýriupplýsingar. Já, lykill vinnu og lykill efnising. Vantar þetta. Selþjónusta, seldarvörur. Já. Hérna eru nokkrar stillingar sem að við, til dæmis í yfirlitinu, hvort að við erum að hafa starfsheiti í stað nafns, sundurliða yfirlitið í viðinginu, og það getur staðið unnar vann 3 tíma. Eða sem bara starfsmaður vann 3 tíma. Já, það skilur. Sumir vilja fela nöfn starfsmanna. Það getur verið að láta verkhöfunin til að vita að þetta var Jón Jón. Nei, hver það var einmitt tíma, þetta ekki við henni. Nei. Svona, þá skulum við henda bara þessu sölurreikningi hérna og við ferum þetta aftur. Já. Og þá þarf ég að fara í verkbókaldið hérna ekki staðar og finna verk 580. Sjá reikningshallar hérna. Og það þarf að bakfæra, þá verða línurnar aftur hvítar. Já, þú bakfærir þennan reikning, þá er alla línur sem er á þeim reikning. Já. Ok, já. Og þá er þetta bara aftur hvít. Já. Og þá ætti ég að sjá það hérna aftur. Og reikningsværa staktverk. Staðast það. Svona. Og svo þarf að refresha hérna. Þá ættum við að fá ég þarf að kíkja á það á hérna. Hvað er vitlaust hérna? Það er eitthvað stillingar sem vantar hérna verð. Já. Það sem langaði eins að sýna þér hvernig, já, fyrsta lagi auðvitað að bara setja hendur þína. Ekki að skipta niður manni, þetta er bara vaskurinn. Já. Auðvitað náttúrulega kemur út af þessi verð hérna. Það er hægt að edita þetta allt saman fram og tilbaka. Já. Hérna koma þessi 2 vörunúmer sem að við völdum. Það er vörunúmer fyrir aksturinn. Já. Tekur sem lýsingin kemur á þessum að þú athugasemdir sem settir inn. Já. Viðhengið hérna sýnir ítalega hérna. Já, það er ekki vörnum starfsmaður. Já. Og svo ef þú hefur valið þarna þjónusta, þá kemur það undir í verkþætti, eða er það ennþá efni? Já, sko. Já, þau bara í þann flokk sem það var. Já, ef þið myndu fara, þá myndu, sko, þið notið ekki verkþátt og verklið. Nei. Þannig að þá getur búið þetta verkþátt sem heitir bara punktur. Já. Þannig að kemur bara punktur hana. Já. Þetta var alltaf mjög villandi að þannig að sé eitthvað efni. Sem er, já. Sem að við erum að nota. Einmitt. Þannig að það er vaff hérna fyrir vinnu, það er E fyrir efni. Hvaða verkþáttur, það er bara til gagnagrunninn krefst þess að sé eitthvað hana. Já. Og við förum bara í verkbókaldið hérna og vítir verka. Þannig að hérna, já, hérna bara eitthvað einu verkþátturinn og
Það er ekki bara betra að hafa sem punkt Já. og verkliðir sé ekki almennt heldur bara þá punktur. Já. Þá stendur bara punktur hérna efni til að brenna út Já. aftur sko. En þetta svona í gróðan dráttum þar sem að möguleikinn hana Já. og það sem sko krefjandi það náttúrulega á reikningin koma náttúrulega athugasemdir sem strákarnir skrá. Já. En ef þú eins og með efnis Mér finnst þetta að koma vörulýsingin sko. Já, hvað þetta einmitt? Já. Frekar að koma svona sko. Já. En þarna það getur vel þessi stilling sko, hvort þessi athugasemd eða það hvað bókaldið hérna? Hungarbrenningur. Stýriupplýsingar. Já, þess vegna komið þetta á að þessi stilling þurfti að vera þegar við uppfærum þetta úr vinnuskýrslu. Já, þurfti að vera á undan. Já. Já. En hvort að við sjáum við vörulýsingu eða verkamendur 80 sjá reikningsaðil. Já, þegar við lesum þetta úr þá hefur meintilega ekki verið þessar stillingin til staðar og þá birtir þetta ekki. Nei, já, einmitt. Það sem kemur þessi error hún. En við notum þetta sjálf daglega og virka bara geggjað sko. Já. Þannig að það já, 50. En ég hefði sjálfur verið að sjá vöruheitið þarna svolítið. Já. Ekki að athugasemd. Nei, einmitt. Hvort að þessi stilling eða eitthvað. Ég ætla bara að ræða það við forðan. Hvort að höfum þessi stillingu eða og eins hvort að þessi nauðsynlegt sko athugasemd. Það bara, maður vill náttúrulega hafa allt frelsi inn í appinu. Já. Að stilla sko. Einmitt. En þá flækjum við þetta og við vitum alveg eftir þess að við flækjum appið meira því færri ná tökum á því. Já, alveg, algjörlega. Þannig að En það fer núna í vikuðitt hvað hjá honum í þessu viku. Já. Þá skráða vörur þarna á akstur, sérstaklega, þannig að þetta sjá það. Já. Smellar á daginn og þá sérðu hvað þú búinn að skrá. Já. Þetta er náttúrulega græni punktur og þau eru búin að uppfæra það. Já. Ekki það við vorum að diskutera hvort þetta vera grænt eða rautt, grænt fyrir að þú megi breyta. Já. Eða grænt það búið að staðfesta það. Já. Þannig að það var niðurstöðan að grænt því að það er staðfestu tími. Já. Og þú getur þetta sé hérna eftir tíman þetta. Hvernig hvaða tímur sem sko. Já. Og þannig að ekki það, því ég náttúrulega verið búin að uppfæra verkstjóri fari yfir þetta, ég myndi hafa þetta kallar á ákveð skipulag. Strákanir, þetta eins og vorum að tala um áðan að strákanir eiga að skrá samtímis í lok dags, hvernig dagur var. Þeir þurfa að yfirfæra þetta í lok föstudags, að það sé örugglega allt rétt fyrir vikuna. Það er lokaséns. Á mánudagsmorgnum staðfestið þið, yfirfærið þið tímana og staðfestið og breytið ef þið til ástæði til. Ef þetta náttúrulega fer inn í launin þá er það pínu viðkvæmt að starfsmann skráði þessi 10 tíma að það breyta því í 8. Já, einmitt. Það var það náttúrulega ekkert. Það verður þetta prenta þarna út ef maður stýrir því þarna út. Og hugsa hvernig það er. Ef maður skráir, fyrst að þeir komnir inn 200 tíma fyrir mánuði. Já. Og hann er búinn með það skráði tímaskýrslun sinni.
En ef ég breyti því á reikningum síðan, Já, þá helst það í tímaskráninguna, Já, eða ekki? Eins og jú, það var. jú. Já, þannig að það ætti það ekki að skipta Já. neinu máli. Þannig að það er að prenta þessi út úr tímaskráninguna. já. Já. Sækja nýja reikninga hérna. Hún lesur inn sérst 49 reikningar sem að hafa komið síðan var lesið síðast inn. Já. Skeytavélan geymir þessar reikningar sérst bara. Þar til að við ítum á sækja. Já. Og það er þessi Unimis, þannig ef ég Já. kaupi eitthvað sjálfur, Já, þá get ég... En það var að tengja það við rafrænskilríki inn á fyrirtækið. Það ekki, fyrir ég lokkaði mig inn og þá fannst mér eins og ég var bara inn á okkur persónum aðfangi já, Unimis. í Unimisinu. Þannig að það tengja það eitthvað við Já, síðan. Ef maður það fær- þarf að, Það er ekki margir sem eða ekki oft sem er að kaupa sjálfur vörur sem það er að senda inn, sko. veitu hvað hérna ertu að spá þar sér? Bara ef maður verslar eitthvað, þú veist, þá þarf að borga sjálfur, sko. Já. Það er ekki við reikningi eða þannig. Já, Eitthvað að senda og inn. þú sér náttúrulega allt hér. Já, Sko Unimis vefsíðan já. sýnir ekkert meira heldur en við erum með þetta hérna. Nei, já. Eða sko, allir hérna ekki, ég veit ekki hvað þetta vera sko. Nei. Hérna ertu náttúrulega bara með alla reikningana. Já. Já, það er eitt sem ég glemt að segja frá sko, þessi nýji bókunarlínu, hérna, ný fítus, Já, hann er gerður til að flýta fyrir, staðan fyrir að opna alltaf hvert reikning. já. Það er ekki þannig að geta lett hérna á lyklaborðinu hvað, en þá sérðu hérna sko, þá sérðu strax niðri. Hvað er, einmitt? Nota bara örvarnar hérna til að hoppa milli reikninga og þá var maður eldfljótar að fara yfir Já, og þarna kemur rautt, þarna er það bókarinn að hoppa inn í. já, Þetta er reyndalega rétt. Ástæðan fyrir þetta er rautt er það að hérna, þetta er reikningur með 11% vaski. já, Fyrirtæki mega ekki nýta vask af mat. já. Þannig að þetta fer inn á bókan líka sem hefur 0% vask og hún er bara bent á það að það er já, þannig að þetta er eitthvað sem bókari þarf að kunna. Já, Það er ekki á ekki vegi. nei, einmitt. En hérna minnstu maður fljótar að fara yfir þetta hvort þetta sé á réttum verðum. Já, Og kreditreikningar eru mjög algengt. Þetta fagkupp er með þetta 100%. já. En það eru, eins og Reykjafell var til vandræða lengi, sérstaklega í kreditreikningum, að það þarf að ofta yfirfæra það hvort þetta sé rétt lesið. Því það er tilsett villandi eða rangir rafnreikningar. Já, ég skilji. Sérstaklega með kreditreikningar frá eins og, en ef þeir koma þá sko rauðir í Já. auðvitinu, þá stólpa finnst það skrítið sko, því að stólpið verður bara að segja, hérna er reikningurinn, þetta eru gögnin. Já, Og svo reikna stólpið til þess að það hvort að afsláttur stemmi við heildarfjárhæð reiknings. já. Og ef að stólpið sér mismun á þessum stólpið reiknar út og heildarfjárhæð reiknings á að vera, miðað við línurnar og afsláttin sem það er gefinu, Já, þá verður hann rauður þannig. já. Til að segja bara, heyrðu, það er eitthvað skrítið hérna sko. Einmitt. Og lögum samkvæmt þá ber okkar bara að sýna reikningin eins og hann best. Já, En það sem að oftur, allt sem er bold er eitthvað sem þið ákveðið. Og ef við ætlum að hoppa til sinni, þá notum við hérna Ctrl Tab henni mig. Þá fer fókusinn þangað, svo nota ég Tab til þess að hoppa til mig yfir í hérna, já, slá inn nýtt. Aftur Ctrl Tab, það fyrir aftur upp. já. Þannig að þetta er gert svona til að flýta fyrir að þú sett eldsnöggur þannig sé að fara yfir reikningarna ykkar. Já, Fyrir utan náttúrulega að reyndar ekki með að velja verk, það þarf að opna reikningi til þess að skrá verkið á. já. Já, það kemur til dæmis rauðu sem er bara rétt. Já. Matur. Já, Já, það þarf að færa niður. já. Já, Og þá er sko þessi lánadrottinn, hvar eru við bendilin eiginlega? Og lýs, að þá er hann skráður á lykil 4710, það er þessi heimska sjálfstýring, já, það fer allt á það, en hún sér það náttúrulega þegar þetta er annar vaskur það er eitthvað annað í gangi hérna. og það væntanlega þarf að þetta fara á annan. Já, já, Þetta að fara náttúrulega
þá á Þetta sama rekstur kaffistofu. Já. Og þetta reyndar kemur líka nýtt í næstu útgáfu hjá okkur að þá allir lánardrottnar með 3 bókastlykla per vaskflokk. Það 24% vaskurinn. Þannig að og sett það var þessi vörulína ef við opnum reikninginn. Það sem stólpið sér að þetta 11% vaskur. En við ætlum að fara að bóka það á bókastykil sem með 24% vask. Þess vegna rauður. Þannig að í næstu útgáfu þá Ólís með, og þið vitum þá, ef eitthvað með 11% vask, þá væntanlega þetta matur. Þá fer það á rekstur kaffistofu. Að þá í næstu útgáfu myndi stólpið sjálfur setja rekstur kaffistofu. Ef við höfum skilgreind. Eitt sem alltaf að nefna, sér hérna þetta sendandi skeytis Ólís. Þetta það stendur inn í reikningunum sem við erum að lesa inn. Stólpi, og það náttúrulega eitthvað kennitala á reikningunum. Við stólpið tékkar á, þessi kennitala til. Hér lánardrottinn sem heitir Olíuverslun Íslands. Þannig að þess vegna birtist þetta sem sikkvort. Það annars að hver sendandi. Og svo lánardrottinn. Fyrir að það heitir lánardrottinn hjá ykkur. Og það ekkert endilega eins og fagkaup, heitir hérna fagkaup, en sendadreikningin fagkaup EHF. Það atriðið það sama kenninguna. Og það bara ástæðan fyrir settum þetta, uppalega var þetta einn og sami dálkurinn. Við sýndum raunum bara lánardrottinn. Eða hvort að við sýndum bara sendandan eða glöðis. Menn voru kannski að leita Securitas EHF sem lánardrottinn. Hann ekki til sem, hann heitir Securitas. Og mér bara hörðu, á hverju kemur engin reikningur úr? Þið eru búin að senda okkur fullt af reikningum. Og þess vegna ákveðið það bara til þess að taka af öll. Að menn gerir greinamenn á því hvað lánardrottinn heitir og hver sendandi segist heita. Jesus. Eru einhverjar spurningar annars? Nei, ég held þetta sé bara...